Já, velkomin á Frelsi TV. Það sem að bullið býr í þokunni. Það sem að þú farið að heyra samsæriskenningar á heimsmælikvarða. Ég er 4 mínútum á seinni eins og þið sjáið. Vonum að það verði ekki mikið vælt yfir því. Ég ætla að sitja hérna á slóðina ef einhver vill droppa inn. Það er eitthvað droppstuð á fólki. En það er rosa gaman að vera hér núna. Það er svona, fólk veit ekki alveg hvernig það á að slá mig út af laginu. Það er svona verið að reyna að senda mig geðvottorðin aftur og alls konar væl og vitleysa í gangi eins og gengur. Og allt í góðu lagi með það. Það er alltaf gott að fólk hafi áhyggjur af geðheilsu minni. Það er bara gaman af því. Og sko þetta hugtak geðveiki er blekking. Það er ekkit fá steppa til að droppa inn. Það er allt opið hérna. Allir geta droppað. En ég er rosa vinsæll fyrir síðustu samsæriskenninguna mína með stórum stöfum. Kenning. Samsæriskenning. Ég er í fyrsta sæti í gær og í dag á útvalslista vísir.is. Harma geturnar mínar. Við erum saman í fyrsta sæti í gær og í dag. Og í vikan er ég búin að vera í öðru sæti í allan dag. Ég var í 3. sæti í gær. Þannig að einhver hefur nú áhuga á því sem ég er að blara. Nú átta ég mig ekki á því hvað þar mörg áhorf til þess að komast inn. Hvort það er nokkur hundruð eða nokkur þúsund eða 20.000 eða milljónir. Það bara veit ég ekkert um. En hlustandi að segja að ég þurfa að fá steppa Erlings í viðtal hérna. Og væntanlega að tala flötu jörðina. Ég held að steppi trúi því að jörðin sé flöt. Skilst það á honum. Ég veit það ekki. Ég er ennþá að hugsa málið. Veit ekki hvort hún er flöt eða hvað. En frá því að ég tjáði mig á föstudaginn þá hafa engir ferðamenn týnst. Og nei, ég er ekkert með það. Ég hef aldrei sagt að jörðin sé flöt, Mr. Stefán. Það hef ég aldrei sagt. Ég hef hins vegar bent á staði þar sem hún virðist vera mjög flöt. Og ég hef verið að benda á þar sem að fólk er að tala um. Og ég hef bara játað að ég átti mig ekki að láði hvernig hún liggur, þessi moldarmassi sem við búum á. Heyrði kenningu að þyngdarlögmáli væri því að pönnukakan færi upp á 9,8 metrum á sekúndu. Eða hvað var það, 9,6 metrar á sekúndu. Og annar gaur var að tala um að þetta væri þyngd efnana sem var réði. Ég veit það bara ekki hugmynd. En ég veit að það verða að ljúga alveg rosalega mikið að okkur. Ég sé gegnum það.
Það næstum því bara allt lygi sem verið er að segja fólki, bara allt. Atómið að það sé einhver 99,9999% loft. Come on. Það er bara það þarf að breyta jarðarfarasögnum einu sinni enn úr af mold ertu komin á moldu myndu aftur verða yfir í að vatn ertu komin að vatni myndu aftur verða. Og þá er þetta nýjasta ef að menn trúa þessu atómskjaftaði að engu ertu komin að engu myndu verða. Þetta er allt saman sama ruglið, sko. Er eitthvað sérstakt sem vil að ég tala um? Ég sé að þeir eru mættir hérna aðal þáttastjórnendur mínir eru mættir. Nú hérna. En ef þið eru með eitthvað sérstakt sem þið vilja að ég fellum, þá með ég koma því að núna. En ég er búin að vera að hugsa svolítið mikið í dag. Og það gerist reyndar alla daga. Ég hugsa töluvert mikið. Hvort sem að menn telja það nú til góðs eða ekki, þá eru kvarnirnar á mér í gangi og hrökkva oft í gang á nóttunni sem að getur verið þreytandi. En ég setti hérna inn áframhald af þessari pælingu hérna. Religion is when logical error is used to control and rob large group of people. Og hérna það er nefnilega trú. Þú þarft að trúa. Og ég ætla að svara þér Bert eftir smá stund með löggu dæmið. Myndum á það ég gleymi því. Að sko þú þarft alltaf að kaupa fyrstu, þetta er eins og að fara borð í lest. Þú getur farið í víruslestina eða illu andalestina eða Guð er til lestina eða atómið er til og jörðin er hnöttur eða jörðin er flöt eða sko ef að þú samþykkir konseptið sérst já, vírusar eru til. Já, þá ertu komin í lestina, sko. Og ef að þú segir, já, jörðin er flöt, já, ég held að hún sé flöt, sko. Þá ertu bara komin í þá lest, sko. Og Stebbi er að reyna að kasta mér á þessa flötu jörðlest sem ég þótti búin að segja honum það 17 sinnum að ég er ekkert búin að ákveða mér eitt, ég er ennþá bara á brautastöðinni. Og það ýtir mér ekkert borðin eða lest, sko. Og sama er ef að þú bara, já, jörðin er hnöttur, já, einmitt, sko. Og þá bara ferðu áfram í þeirri lest. Og það er þarna í þessu, þetta er svona svo frúin í Hamborg leikur, maður má ekki láta nappa sig á fyrsta konseptinu. Ef ykkur segir svona, já, jörðin er flöt, Axel, þá segir ég, já, þú heldur það, já, ok. Menn hafa, veist, ég segi ekki bara, já, það hlýtur bara að vera þannig, sko. Ég náttúrulega virði trú annarra, þannig ég er ekkert að eyðileggja þessa fagnaðarendi fyrir þeim sem bara segja mér ýmislegt. En ég passa mig óbúslega vel á því að hoppa ekki borð í lestir. Og sama er með trúarbragð, sko, leið og einhver segir, já, heyrðu, Guð er til, þú ert að, já, Guð er til, og þú segir, já, ég trúi því að Guð sé til, og þá bara, ertu komin á þá list, sko. Og ef þú segir, já, ég trúi ekki á Guð, þá bara, ertu komin á atheista lestina. Og þetta er alltaf svona að vera að reyna að setja fólk í kassa og svo endar fólk í endanlegum kassa einhvern tímann, en það er það sem ég var að hugsa í dag, já, mjög mikið, er með sálina. Sálin og DNA
eru sams konar blekkingar. Nákvæmlega sama blekkingin. Sko, málið var það að sálin, ég held að það hafi verið 1392 eða eitthvað, sem að 1392 Pope muni hvað heitir, Magna Carta eitthvað, nei, það einhver þá bara tók páfinn einkaleyfi og eða lýsti því yfir hann ætti allar sálir heimsins. Unam Sanctam heitir það, já, of course. Ég skulle nú gleyma þessu. Maðurinn sem talar flugbrennandi ekki ítölsku. Unam Sanctam Pope Boniface VIII. Hann lýsti því yfir að kaþólska kirkjan ætti allar sálir heimsins. Og sálir eru blekking. Það ekkert til sem heitir sál. Þykir mjög leiðilegt að hrella þig með þeim veruleika, en það veruleikin. Og það sem að Pope Boniface gerði, páfinn í beinarassi, hann lýsti yfir að kaþólska kirkjan ætti þetta konsept sem heitir sál. Og það var það sem allur rannsóknarrétturinn snerist út allt það dæmi, sko. Þá var fyrsta spurningin, já, þú vilt náttúrulega bjarga sáluðinni, eða ekki? Og ef fólk sagði, jú, ég vil að sáli mín komist til himna. Já, þá ertu búin að gera samning við djöfulinn, sko. Eða þennan sem spurði þig, sem Pope Boniface, af því hann á sálina. Bara með þessum örlitlu samskiptum, þá ertu komin á lestina með þessum níðingum, sko. Og að því að þeir eiga sálina, svona svipað á höfundaréttur, þá geta þeir sett upp hvaða gjald sem aflátsbréfin og fleira, landið þitt eða hvað sem gjald fyrir sálina, sem þú játar með munninum að þú sért með. Þetta sama og gert í Monsanto. Það sem sagt, ef þú kaupir fræ frá Monsanto, þá gengur undir samning við Monsanto að þeir eiga einkarétt á þessum fræjum sem voru að rækta með. Og það eins og þessi hópur í kirkjubransanum sem að játar bara, já, ég trú á sál og ég vil vera þræll Páfa Boniface allt mitt líf til þess að komast hugsanlega til himna og lendi ekki í þessu pirringi þannig í helvíti. Og það sem sagt þeir sem að gangast undir að kaupa frækonuna Monsanto. Og síðan alltaf smá vandamál og það ekkert allir sem að falla í þessa gildru. Það eru fleiri heldur en ég í mannkynssögunni sem hafa kunnað frúin í Hamborg. Og þegar presturinn spurði viðkomandi, já, þú vilt væntanlega bjarga sáluðin, það ekki? Þá segir bóndinn bara, nei, fuck you, maður, ég ekki með neina sál, ég menna, bara vert úti, sko. Ég alltaf, vill ekkert með þau hafa. Og þá eru það, sko, syndarar og þá var kaþólska kirkja með alveg seríu af viðurlögum þar við, sko. Og það var til dæmis notaðar bannfæringar og menn teknir þarna í rannsóknarréttinn og pyntaðir bara þar þangað til þeir viðurkenndu það að þeir væru með sál og byggðust fyrirgefningar á því sem að Adam og Eva gerðu á sínum tíma, sem eru hugmyndakonsept, sko. Og eitthvað svona, sko.
Og, náttúrulega þið sjáið þær tartaringar sem í gangi þarna í Guantánamo eða í rannsóknarréttinum eða hvað við viljum kalla það. Þá var náttúrulega stærsti hópurinn bara, ókei, þú veist, það er betra að vera þræll heldur en að deyja í pyndingaklefa. Og, þá náðist nú þorrinn af fólki með, en svo voru ennþá nokkrir svona þrjóskuhausar, nefni engin nöfn, sem að ennþá sögðu bara já, ég meina, sérstaklega þeir sem voru frelsaðir fyrir Jesú Krist og föttuðu plottið, sko. Þeir sem að endurfæddust, þeir sem að föttuðu hvað Jesú var að segja, sko, eða ekki hann sem persóna heldur hugmyndin sem að er kennd við Jesú. Þeir sögðu bara, já, betur að vera bara dauður en að vera, þú veist, að tóta dillingina á páfanum, sko. Og, það fólk þurfti einhvern veginn að ná að negla það, sko. Páfinn átti við sama vandamál og Monsanto á við bændurna sem gefa Monsanto bara fingurinn og segja bara fuck you, ég ætla aldrei að nota neitt frá ykkur. Þá kemur Monsanto til bóndans við hliðina á þessum sem keypti þeim drullumallið, fræin. Og þá segir Monsanto, já, heyrðu, við vorum hérna að skoða fræin á jörðinni þinni og þetta eru okkar fræ sem hafa fokið þarna yfir til þín. Eða þeir segja að þú hefur stolið þeim eða eitthvað, veist. Og hérna, og þá fara þeir með það fyrir dómstóla og hirða á honum jörðina eftir 3 mánuði. Þannig að sá bóndi situr núna og betlar á gangstéttarhellu fyrir framan Justice, eða réttlætisráðuneytið. Og það er að sama og illuandarnir. Illir andar, vírusar, allt saman tóbaki. Og þá, kaþólska kirkjan, þeir sem að eftir sátu þarna, sem að vildu bara sá í gegnum lygina og vitleysuna. Það var bara lýst yfir að þeir væru með illa anda sem væru bráðsmitandi og eina lækningin við því væri að brenna fólk á báli. Og það var bara gert. 6 aldir eða hvað, 600-700 ár, 800 ár og ennþá að, sko. Sums staðar í heiminum eru þessar tartaringar ennþá í gangi. En það er bara þessi litla játning þannig að já, ég vil bjarga sálu minni. Já, vill ekki bjarga sálu barna þinna líka? Jú, ég vil skrifa þau inn í þetta líka, sko. Já. Og allt byggir á þekktri blekkingu. Ja, þeir sem eru að reka þessa starfsemi, þessa þræla nýlendur, þeir vinna svona. Og þeirra motto er með karma eins og með Georgia Guidestones og þetta karma konsept, þessi elita reyndar trúir á karma, hvort sem það nú það virðist vera allavega og numerologi eða tölu trú einhverja. Og þið getur bara flett upp á viðtalið Lagarde, yfirmann IMF, yfirmann dollarakerfisins og hins vestrana fjármálakerfis að tala bara, já sko, það voru með 7 og 7, það voru með 14 og það bæti 7 við það voru með 21 og 21 með heilu dala, sko, þú getur tekið það og gert 3 úr því, þannig að það voru svo aftur með 7 og 7 og 7, það voru með 21 og það er 3 og þá voru komið inn með sko 33 og svo ef þú tekur 24 og leggur við aftur 24, þá komið 48 og veist bara eitthvað svona og 4 og 8 eru hvað, 12 eða ekki, 12 ættkvíslir eða veist eitthvað bara svona, hún talaði bara svona allan fréttamannafundin og allir þrælarnir bara, já, þetta bara er svona, sko. Þetta bara kellingi sem stýrir öll efnahagskerfin okkar. Og sama menn sögðu, já, þetta bara páfinn, sko. Páfinn bara ræður þessu öllu, sko. Og ég vil nú ekki tapa sálinu minni, sko. Ég meina, ég vil ekki lenda í helvíti með sálina eða vera bannfærður eða
brenndur á báli, þú veist, það svolítið bömmir að lenda í því. Þannig að, þeir sem eru núna að segjast vera atheistar og eru eitthvað voða mikið að pæla í vísindum og þeir eru, þeir heimskustu af því heimska sem að gengur götur bæjarins. Það er enginn jafn heimskur og háskólamenntað fólk sem heldur að vita eitthvað í sinn haus. Það er bara enginn. Og því miður, þá er það bara þannig. Að sko, sama í dag, það er búið að sko, það eru 2 psyop í gangi á Íslandi, allavega minnst okkur 2. Annað er þetta DNA-dæmi sem að er fjármagnað af hernaðarkomplexnum og þar vinnur Kári kúkur þarna. Og svo er annað núna í gangi, það eru sögufalsanir hvaðan Íslendingar koma. Og það er farið að pæli því að við höfum, Íslendingar séu einhverjir níðingar sem hafa stolið einhverjum stelpufávitum frá Englandi eða einhvers staðar þarna og gert þetta og bara fabulerað út úr raskatina á þessum fávitum, sko. Þeir vita ekkert í sinn haus. Og við vitum að Árni Magnússon þrammaði hér bæi og út all land að rífa af okkur söguna. Þannig að við vissum nú ekki hvaðan við værum og hver við erum. Og sko, ég hef stundum sagt að við eigum öll eftir að lenda í Palestínu. Það eru örlög heimsins. Og það er búið að já ég ætlaði að segja það áðan, það er einn punktur einmitt hjá Stebbi líka, að það sem ég er að segja er hugsanlega þetta með karmað, sko, að ég er að segja ykkur allt sem er í gangi. Og þá segir elitan, eða þessir níðingar, þetta pakk þarna, þessi monster og þetta druslurlið, það segir, heyrðu, við getum framkvæmda af því Axel er búinn að vara að fá þetta við. Það þýðir að þeir hafa fengið viðvörun. Og þá liggur karma á þeim sjálfum en ekki ódæðismannunum. Sama og ég sagði ykkur með nauðgun, sko, að ef að stereotypan er stúlka hittir mann á bar og maðurinn segir, já, heyrðu, og þau er búin að drekka eitthvað saman og er svona, vilja fara að gera eitthvað annað, þá segir maðurinn, já, heyrðu, ég var að kíkja heim til mín, ég bý bara rétt hjá. Getum haldið á hana svona sötra og spjalla og þá segir hún, já, gerum það. Og svo leið að koma inn úr hurðinni og þá, einum dyrnar, þá skellti lás og dömunni daman bundin einhvers staðar og henni nauðgað, sko. Það er nauðgun, alveg hreint og klart, engin spurningu það. Hins vegar í sömu aðstæðum, þá eru þau kannski annað barnum að tala og svo farið svona, já, við þurfum að fara að komast eitthvað annað, taka næsta kafla í þessu dæmi. Og þá segir maðurinn, heyrðu, ég nert ekki til að koma heim, ég bý bara rétt inn með hornið og þar get ég bara nauðgað þér, hressilega. Þá, ef að konan bara slæðir hann undir og lappar í burtu, þá er það mjög eðlilegt. En það er alltaf pínu ofbeldi sem er þetta viðurkennt, ef að konan gera það. Og en ef að hún samþykkir það og fer með honum heim til hans undir þessum formerkjum og leið að hurðinu lokast, þá bindur hún hana og nauðgar henni í alla nóttina og allt þetta, þá er það ekki nauðgun. Það er allt annað mál. Það er svolítið kinky, en það er ekki nauðgun, sko. Hins vegar, ef hann er búinn að nauðga henni alla nóttina og drepur hana svo, þá er það morð. Því hann sagði aldrei við hana, ég ætla að nauðga þér og svo ætla ég að drepa þig.
ef hann hefði sagt við hana: „Heyrðu, ég ætla að fara með þig heim og nauðga þér og svo ætla ég að drepa þig klukkan 8 í fyrramálið." Hvað er það? Hm. Er það morð og nauðgun? Eða er það kynlíf og sjálfsmorð? Það er svona allavega loðnara en hitt hef ég haldið. Og það sama er með þetta Georgia Guidestone og öll skilaboðin í Simpson og Family Guy og bíómyndunum og allt þetta sem verið að segja okkur, það er bara verið að segja við þjóðir, við ætlum að drepa 200.000 af Íslendingum. Það er bara verið að segja það við Íslendinga. Og þeir eru verið, actually fóbani, veist. Það er búið að vara ykkur við. Þetta eru skilaboð frá hernaðarkomplexnum, sko. Þannig að nei, ég veit ekki. Sko, þetta hljómar náttúrulega svolítið crazy, en ég er að segja ykkur hvernig fólkið sem stundar genocide og democide árið út og inn hugsar. Það er svona sem þetta fólk hugsar. Og þetta er bara að sé á hreinu, ég hugsa ekki svona. Ég er á móti öllu ofbeldi sama hvaða nafni sem það nefnist. En ég er mjög opinn fyrir samsæriskenningum frelsi TV, sko, og þetta sem ég er að gera. Og ég tek það alls ekkert steint upp þegar Stebbi segir svo er frelsi TV psyopið þar sem brjálaðar samsæringar sinni reynir að hræða alla með alls konar rugli, sko. Þarna flippar Stebbi sinna á lógikinni, sko. Hvað er alls konar rugl, sko? Ertu að segja að Georgia Guidestone sé ekki til, eða? Ertu að segja það? Ertu að segja að bók eins og Tragedy and Hope sé ekki til? Ertu að segja að Brave New World, bókin og bíómyndin sé ekki til? Ertu að segja að áætlunin Agenda 21 og núna uppfærið 2030 sé ekki til? Ertu að segja að IMF sé ekki til, eða? Þú veist, sko, þeir sem ætla ofta að vera eitthvað rosalega svara mér eitthvað mikið, sko, segja bara eitthvað svona samsæringarugl og alls konar rugl, sko, veist, ég kemst ekkert upp með að tala svona, sko. Það er gert þetta, eins og þið sáu þarna í Harmageddon, ég veit nú ekki hvað hann heiti þessi nýji stjórnandi, ég sakna nú mann svolítið. En hann byrjaði svona að pulla bara einhverjar hugmyndir út úr raskatan á sér, sko. Og veist, það er ekki alveg þannig sem að samsæriskenningar eru settar saman, veist. Og ef þið getur bent mér á að ég vinni þannig, þá hefði ég mjög gaman að fá það komment tilbaka, af því ég tel mig vera að vinna eftir allt öðrum aðferðum, sko. Veist, ég þarf ákveðið samhengi í hlutina til þess að sjá hvað er í gangi. Og til dæmis ef við tökum, það var einmitt spurning hjá Berta í sambandi við þetta ferðalöggæsluhóps, þetta sem ég var í númer 1 fyrir, til að monta mig aftur, svo ánægður með þetta. Gaman að vera í fyrsta sæti. Það er alltaf gaman að vera í fyrsta sæti í einhverju. En ég er semst í fyrsta sæti yfir vinsæl hljóðbrot í gær og í dag. Ég fór nú eiginlega strax bara upp í 4. eða 5. sæti. Og ég er í öðru sæti yfir vikuna og ég er búinn að vera í þá 2 daga eða 3 daga. Til að koma hvað er ekki þetta fiffa þetta eitthvað? Ekki einhverjir hakkarar hérna? Nei, ég vill ekkert svona glæpa á. Ég kemst í fyrsta sæti einhvers staðar, þá vil ég eiga það skilið, sko. En hérna er þessi ferð, það sem kallað þetta ferðamennsku flop. Að sko
Til dæmis hérna sé ég strax á þessari mynd hérna, þá sé ég einfaldlega fjörusteinana og ég sé strax á myndinni að þetta er sviðsett sko. Tugir ferðamanna fastir á ísjaka sem rak út á Jökulsá. Tugir ferðamanna sko. En ég sé hérna strax að það er bara kjaftæði sko. Að þetta dugar ekkert fyrir mig til þess að gera eitthvað samsæriskenningu sko. Þú veist, þetta þarf að vera í samhengi sko. Og hér hefur í áratugi fólk leikið sér í fjörunni og það hefur ekki komið ennþá fram nafnið á þessum Kínverja sem átti að hafa dáið hérna eða neinar frekari upplýsingar um það. Þannig að það er fróðlegt að heyra það. Hérna er meitlari að búinn að vera að meitla daginn út og daginn inn til þess að tryggja það að lýðaumingjarnir ná ekki að hagnast sko. Þetta vinnumansal er algjör spuni og kjaftaði sko. Þetta hefur í mörg ár þá er slegist að fá að vera svona á farfuglaheimili eða einhvers staðar í fríu húsnæði sko og mat og þannig ferðast fólk heiminn. Það er slegist þetta sko. Það þolir náttúrulega þetta lið ekki hérna því þeir ná að geta skattleggja það og þá er bara á að fara að handtaka menn og ljúga, bulla og blaðra sko. Tryggja öryggi ferðamanna. Það er bara er ekkert svo mikill vandi í þessum ferð að gera sko. Og hérna eru þessi 4 sem að eiga að hafa látist af slysförum og allir nafnlausir sjá þau. Engin nöfn komið fram. Það hlýtur að vera það vekur ákveðna spurningar hjá mér. Og síðan mæta þessir kálfar hérna, þessi gólem hérna mæta og að biðja um einhverja 200-400 milljónir í að passa þessa fjöru hérna. 200-400 milljónir. Og hérna, ég fjallaði nú þetta í gær, ég ætla nú kannski ekki að fjalla það aftur. En þið sjáið einfaldlega að þetta hérna hinn látni Kínverjinn fertugt og hérna svo ég áttum ekki alveg á því hvernig sko, ég hef á grunu það að vísir bara ljósriti fréttatilkynninga frá valdstjórninni sko. En hérna er sagt að fjöldi vitna, en vitni urðaði þegar maðurinn barst að haf út og óska eftir að boðin yrði áfallahjálp sko. Þeir sem myndu óska eftir því. Hérna væri til spurning fyrir fréttamenn. Hvað hafa margir beðið um áfallahjálp? Þú veist. Hvernig verður svona, sko maður sér reyndar á þessum hérna þið áttuð ykkur á því náttúrulega, ég markaðsfræðingur eða sérfræðingur, náttúrulega sjálfsögðu sjálfmenntaður. Ég hef ekki þolinmæði að vera í skóla, það gengur alltaf hægt fyrir mig. Að hérna, og ég þekki mjög vel PR-bransann, public relation. Og hérna, þannig ég veit alveg þegar ég les hérna og að lesa svona eitthvað eins á milli línum, þá átti ég alveg á því hverjir að skrifa þetta. Og ég sé líka þegar blaðamennir taka við þessu að þið sjáu stundum að það er svona vandræðalega copy-paste og svo er stundum leiðrétt og hérna, en maður sér að það er eiginlega engin fréttamaður sem fer yfir þetta. Þetta er bara svona einhliða yfirlýsing á atburði. Bara einhliða yfirlýsing. Og ekkert, það er enginn sem að les yfir fréttina eins og ég geri, kauplaust náttúrulega, og spyr, veist, hvað voru margir sem óskuðu eftir áfallahjálp? Hvað voru mörg vitni? Reyndar virðast þeir hafi aðeins kveikt á því hérna, uppfært klukkan 16:15.
Það voru hins vegar bara 2 vitni. Okay. Og það svolítið mikið færri vitni heldur en einhver hópur sem boðinn áfallahjálp. Og yfirleitt þegar fólk hefur dáið á Íslandi, erlent fólk, þá hafa nöfnin á þeim birst, líka á erlendu fólki. Og þau verða átt ykkur á því að þeir sem að skrifa þessa frétt þeir sem að senda vísið þessa frétt, þeir eru líka að tala það meira svo sama miðli, að þeir hafi áhuga á því að einhver rétti þeim 200 til 400 milljónir. Og svo heldur þetta hræðsluporn áfram, eða þetta hræðsluklám, að og við höfum séð tilraunir til að koma náttúrupassa, allt gert til þess að fyrsta lagi að skattleggja bara túristina beint og að skattleggja og koma öllum þessum bransa inn í koma fólki inn í ASI-mafíuna, sko. Það eru svona örlítið aðskildar, valstjórnarmafían og ASI-mafían. Þið sjáu það á myndbandinu mínu ASI, það svona ríki í ríkinu. Og þessar 2 mafíur hafa áhuga á því. Björgunar aðgerðir 2007, já. Einmitt, sko. Það nefnilega svona sem að maður fer út í þessa stór hættulegu brimöldu á gúmmibát, sko. Þetta dæmi heimskulega prósítsjóra. Ef að þú ert að fara út í þessar öldur, þá ferði þyrlu og húrrar manni niður í línu. Að það stemma heldur ekki alveg. Það stemma ekki alveg. Stemmir ekki alveg allt. Þetta sviðsettur atburður. Og það var eitthvað á RÚV líka, held ég. Það sem að gamla kettlingin var. Fjölblekkingamellur, það erfiðar. Býtum við. Það ekki bara eitthvað innlend. Já, innlend, já. Sjáum það. En málið það að þessi atburður sviðsettur, sko. Þetta klassískt dæmi sviðsetningu. Og þú getur séð það bara á manneska sem að fá ölduróf á sig óvænt. Hún ekki svona lengi að snúa sér. No fucking way, sko. Men af hverju hún svona? Þetta sviðsetning, sko. Þið sjáu það bara á body language. Það mín skoðun. Endilega hafi ykkar skoðanir, ekki láta mig mata ykkur á skoðunum, sko. En eru þið með linkinn, strákar, á gömlu kettlinguna sem það var nefnilega töluvert af góðum myndum í kringum hana. Að þetta mansalsmál, þetta líka lögfræði þessu og þjóðfélagsverkfræði.
að þið sjáið Tartaringarnar upp á Leifsstöð, þar mafían búin að yfirtaka bara Leifsstöðina og þar var fullt af svona ótengdu fólki bara sópað út með sinn business, eins og kaffi, tár og fleiri var bara kastað þarna út. Og það þannig sem að þeir ætla að ganga frá allum hérna, ferðaðinn á Íslandi. Þjóðin og íslenska þjóðin er búin að komast að því að þetta er business, túrismi er business. Og og þess vegna ætla þeir bara að þeir eru að búa til svona alls konar mansal og þú veist, svo fara þeir bara inn á eitthvað hótel eða eitthvað ferðabransa sko. Þeir bara, vinnu mansalsmál í gangi hérna sko. Svo stoppaði reksturinn handtaka forráðamanninn og hann er bara í fangelsi eða í gæsluvarðhaldi í 2-3 mánuði og bla 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 bla. Og meðan fer fyrirtækið alltaf hausinn og allt í rusl og vitleysu og einhver tengdur kemur og tekur upp businessin. Þannig er þetta bara gert. Saumastofu maður 2 í nálgunarbann. Einmitt. Einmitt sko. Þetta er alveg, ég meina fullt af fólki náttúrulega í slæmum aðstæðum, en þið sjáu hvernig þetta er sett inn í samhengi sko, ekki það að ég sé að mæla með mansali, en það eru nánast allir í já, einmitt gæsluvarðhald. Brotin á vinnumarkaði þetta er bara liðið sem er að ná sér í þetta eru mafíurnar að ná sér í verndartolla. Ef þið hugsið allar þessar fréttir frá því samhengi að valdstjórnin og ASÍ eru 2 götugengismafíur sem eru einfaldlega að yfirtaka þennan bransa. Það er ekki félagafrelsi, þarf fólk eitthvað að vera í einhverjum félögum, má fólk ekki vinna bara á farfuglaheimili víða heim og ferðast þannig, það er í áratugi ef fólk ferðast þannig sko. Og það er orðið bara eitthvað mansal og það er verið að túlka hlutina á alveg fáránlega máta. Ríkisendurskoðun fylgismál. Það ég nú ekki að tala það ruglega. Hvað sannar það að hafa áður afskipti? Og annað með öll þessi mál, þetta er allt saman í sama lögregluembættinu eða sýslumannsembættinu á Suðurlandi. Það er allir ferðamenn landsins, eða hvar sem er á landinu eru ferðamenn að ferðast og það er bara í einu lögregluembætti sem þeir töpuðu glórunni. Það er náttúrulega bara tilviljun, Guð, gravity og tilviljun, sko. Við trúum náttúrulega það, er það ekki? Amen og atóm. Atóm, hætt komnir á Jökulsárlóni. Og ef þið horfið myndböndina, það var bara fólk að labba í rólega, sko. Það er ekkert enginn í einni hættu. Já, Lára. Einmitt, sko. Já. Þannig að fólk bara labba. Þetta er bara fjara hérna. Sjáðu hérna fjörugrótið. Það er engin hætta hérna. Ég menna þú blotnir á rassinum, who gives a shit, sko. Það er absolutt engin hætta í gangi hérna. Og þeir voru að segja, sko, að fólk var að reka út eitthvað á Ísjaka. Hvar er það? Veitu, hvar er fólk? Tugir manna, tala 50 manneskjur voru að reka eitthvað þar út. Hvaða kjafta er þetta? Ég má ekki sína lengi þá fyrir YouTube að stenda mér eitthvað við sem, sko. Og ég var að fá linkin hérna frá Snilling, hlustanda Snilling. Já, þetta er alveg fréttateymi hérna live, sko. Þetta er ekkert amatör hjá okkur.
Þannig að sko bara með því að horfa á þessi myndbönd og sjá samhengi hlutanna, veist, hver er að biðja um pening og hver er að segja söguna. Og hver vill koma á lögum og hverjir eru einangrunarsinnar og mafíu ósar landsins. Þetta er í raun ekkert flóknara en það. Sjáðu þetta hérna. Þegar horfið á þessa mynd, hvað hugsið þið? Vá, þetta er alveg bara rosalegt, sko, að lenda í þessu, sko. Bíddu nú við. Heyrðu. Hérna eru bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, já, hvað þessi á hljóðnemi. 16, 17, 18, 19, 20, 30, það er bara 100 hálfvitar hérna. Það er bara alltaf hálfvitar, sjáðu. Akkur eru þið með svona græju hér? Hvað er þetta? Og akkur eru þið að hlaupa? Veist, það er ekki einu sinni vatn í það. Akkur eru þess að hlaupa? Hvað er í gangi? Þetta er sviðsett. Í alvöru. Mynd með fæslu. Hvað er verið að færa? Í alvöru. Hafið þið ekki komið hérna eða hvað? Hafið þið aldrei komið það sem er svona aldagang á land? Akkur sitja þeir hérna? Hvað er þessi gaur að gera hérna? Lítur hann út eins og hann hefur dottið þessi? Þetta er sviðsett. Þið sjáuð það bara sjálf á myndinni. Já, nákvæmlega. Reynisfjara, þetta hefur verið stundað þarna í áratugi, ef ekki árhundruð, að leika sér hann í fjörunni og bara núna 12. desember þá bara allt í einu var þetta svo hættulegt, sko. Og það hefur náttúrulega ekkert að gera með fjármál embættisins sem að hefur með þetta svæði að gera. Sjálfsögðu er það bara tilviljun, come on. Er þetta að segja að gravity sé ekki til? Er þetta að segja að Guð sé ekki til? Er þetta að segja að þetta sé ekki tilviljun? Er þetta að segja að það sé einhver sviðsetningar í gangi? Sandy Hook, Pakistan. Hey boy. How about it? How about it? How about it? Hey, halló, hver er þetta? Hello? Why is this boy killed at Sandy Hook? Shown as image of boy killed in Pakistan school massacre. Þetta er Mr. Eðla. Mr. Eðla segir þetta. Við ljótum nú að trúa því sem Eðlan segir okkur. Ekki ætla að vera með móral út í Davíð Eðlu. Ætla hann komi í Reynisfjöru, blessaður engillinn. Hvað haldið þið? Það er þess að sami jakkinn, sama bólurinn, sko. Og hérna er kona að tala ljónana og lýsa því hver drap börn í Pakistan. Já, þetta er bara internetið. Maður getur ekki tekið mark á internetinu. Ég var hérna, ég sagði ykkur það í gær, ég var að tala við Svía og var að tala
vorum að tala eitthvað þessi mál og ég sagði, "Bíddu, af hverju hefurðu ekki heyrt Operation Gladio með þar sem að NATO voru að beita hryðjuverkum 1960-70 og mikið niður í Spáni og Portúgal og því sagði. Hann bara, já, internetið, það er ekkert hægt að leiða internetið, hvað meinarðu? En sko, það bendir ykkur á Operation Gladio. Tara! Hey! Hvað meinarðu bækur? Amazon. Já. Einmitt, sko. Maður getur ekki treyst internetinu. En getur maður treyst bókum sem maður kaupir af internetinu? Nei. Þú getur bara treyst bókum sem þú kaupir í bókaverslunum. Já. Þú getur ekki bara keypt einhverjar bækur á internetinu. Þetta eitthvað að grínast í mér. Operation Gladio. Sibeli Edmonds. Hún var að vinna sem þýðandi hjá CIA og Sameinuðu þjóðunum og er alveg insider í þessu máli. Hérna Gladio. NATO Stagger, Richard Corlett, þetta, nei, Axel, come on, maður getur ekki fara að kaupa bækur af internetinu. Internetið gerir alla bækur að ómerkingu. Come on. Ekki láta svona við mig, sko. NATO Secret Armies, Daniel Ganser, já, nei, come on, þetta er bara einhver áróður, sko. Globalization of NATO. Þetta er allt bara einhver misskilningur, sko. Allt saman eitthvað bull og misskilningur hjá þér, Axel. Ekki? Já, ég er fyrirgefðu. Eruð þið þarna? Hvað eruð þið að gera hérna? Hello. Eurovision, Disney og Gretu Salóme. Já. Ég myndi nú ekki vera að fara á einhverja söngaskemmtun í Evrópu þessa dagana, sko. Já, forsíðaskrú, ok. Forsíðaskrú, jú. Það stríða mig, Guðjón. Það leiða mér út í mýrina. Förum ekki til að vinna, heldur senda jákvæðinni. Já, einmitt. Já, einmitt. Þetta er svona prílúser. Hvað með Disney? Hvað er Disney? Ein flóknasta aðgerð í jarðgöngum, ertu að tala um það? Ertu að tala um það? Ertu að tala um allt gullið sem er verið að dæla upp á Vaðlaheiðargöngunum? Hvað haldið að þeir séu að gera í Vaðlaheiðinni? Hvað er í gangi hérna? Hvað er í gangi eftir áætlun? Come on, hvað er í gangi? Fyrsta lagi, það verður þessi göng bara lengst út í raskatið, sko. Það myndi engin heilvita maður fara að byggja þetta, sko. Það er svona bara það er ódýrara að brenna peninga á það. Eða bara sleppa það að brenda á það. Búið að grafa. Þetta eru svolítið mikið að gröftur í hérna. Hvað held að sé hérna? Bólakafi. Þetta er náttúrulega allt saman.
eitthvað spooky, ekki? En hérna, þið sem viljið tengjast, þá bara linkurinn sem ég gaf ykkur upphafi þáttarins, ég bara takið hann og kóperið hann inn í Google Chrome og þá bara voilà, opnast allt saman og þeir eru komið hérna í beinu útsendingu á Jævinu, liveinu. Guðjón, hvað er hérna Disney? Veljú. Já, það er rífast ekki. Það er hugsanlega málið. Blóðudagur í Sýrlandi, já. Já. Það er eitthvað skvitið. En hérna, það að tala einmitt erlendis. Sko. Já, nú mætir Hafni. Sæll, ég heyri þér. Ljómandi vel. Heyrðu mér? Já, ég heyri þér. Heyrðu þú? Já, heyri ágætlega. Já. En ég var einmitt að... Já. Það hérna, hyggst þar svolítið hjá þér og þú ert sennilega með ekki réttan mæk á, það er ekki gott átíð frá þér. Já, það var ekki í laga. Þetta velja rétta mækin, sko. En hérna, já. Þannig að það er nú það, sko. En hérna, já, erlendis, þá er það þannig að til þess að skilja hernaðarbröltið erlendis, þá þarf þetta áttað á því að 80% hernaðar eða 90% er flutningur á hergögnum og mannafla, eða logistics. Og hérna, ástæðan fyrir því að það er svona rólegt núna, þannig, það er ein og ein sprengja og eitthvað svona ein og ein sviðsett skotárás í Bandaríkjunum, það er voða rólegt samt, sko, að það er bara til þess að koma fyrir herliði og stórum falsflögg teimum fyrir næsta sjabang, sko. Og það er semst í gangi núna, það er að flytja fleiri 100.000 manns fram og tilbaka. En ég hef heyrt núna svolítið athyglisverða pælingu, þar sem menn að tala það að það verði ekki stríð á milli Evrópu, Bandaríkjamanna og Rússa, heldur verði það sko Bandaríkjamenn eru með rýtingin í baki á Tyrkland að ýta þeim út í stríð inn í Sýrland og Sádi-Arabía á náttúrulega á Ameríku bara með í hlutafélagi með Ísrael og þeir eru að fara út í stríð hinum með frá líka. En nýjasta pælið sem ég heyrði var að Evrópa og Rússland muni sameinast gegn Bandaríkjunum. Það held ég sé töluvert til í því. En hvað séu Hafni? Er það komið að þér? Ég veit ekki hvað það er snúið mér. Já, þetta var allt annað. Þetta er mættur, sko. Ég er mættur. Já. En hvað segir þú? Eru orðið sáttir með þjóð og líð? Er ég orðið sáttur við þjóð og líð? Þetta í skýrgreiningun á því. Ég er ósáttur við bæði. Ég er ósáttur við líðinn að hann skuli ekki fatta þetta. Já, en er ykkur vorkun fólki sem er heilanlaust og er svona tómar tunnur og bara glymur í eins og hálfvitar, sko. Já, mér varst þetta svolítið flott skilgreining hjá þér. Með tómum tunnurnar, sko. Þetta kom fyrir rest. Þegar ég fatta þetta með þing okkar líðsins, að þá út af hverju þeir berja í tóma tunnur. Já, einmitt. Það er líka, það svona er góð myndlíking á þessum hávaða sem er í líðunum, sko. Já, ég er búin að vera að velta þessu fyrir mér heil lengi út af hverju foringjarnir í líðveldinu koma svona fram og blekkja okkur með einhverjum upphrópunum.
Þeir náttúrulega eru bara tómar tönur sjálfur, sko. Já, ég veit að þeir tilheyra líðnum, sko. Það bara búið að setja bindi og jakkaföt á þá og sagt að þeir séu ekki lengur líður. Það nóg til að blekkja þá. Já, ég hugsa að þurfi ekki einu svona að segja þeim það, sko. Það ekki fyrir en að þeir komast í eitthvað svona eins og Ingibjörg Sólrún sem að er svo mikill kjáni að hún segir opinberlega, já, þið eru ekki þjóðin, sko. Veist. Og kalla liðir sem að fór í búsáhaldabyltinguna, kalla það fyrir óþjóðalýð. Já, sem að Hverjum tilheyrir maður ef maður tilheyrir ekki þjóðinni? Ef maður er óþjóðalýður? Já, líðurinn er hluti af starfsmönnum fyrirtækja. Það eru fyrirtæki sem eiga þá sem eru líðurinn, sko. Sko, það er allt annar, sko, þjóðréttarleg staða er allt önnur heldur en fyrirtækjastaða. Og Þó þú sért líður hjá fyrirtæki að þá náttúrulega tilheyrir þjóðinni. Nei. Ja, þeir líta ekki á það svoleiðis. Nei, það er ekki svoleiðis. Það er sko þjóðin sem á fyrirtækin sem að heita allir ríkisskattstjóri eða Hæstiréttur eða allar þessar stjórnarráðið eða þetta er allt sem er fyrirtæki og þetta eru bara innheimtu stofnanir þjóðarinnar sem eru að innheimta af þessum líð sem eru bara í viðskiptum við þessi fyrirtæki og eru bara þrælar þessara fyrirtækja og þjóðin hirðir bara náttúrulega arðinn af sínum fyrirtækjum þess vegna fá menn svo mikið áfall sko, eins og til dæmis bankaránið í Landsbankanum fyrir áramótin. Ég var að tala þetta við harmakjöfnunar þar síðast og þá voru þeir að segja sko, já en þær segja að besta leiðin til þess að ræna banka er að eiga banka sko. Það byrju dútarnir þeir sem að rændu jólin, þeir áttu bankan, þeir eru Íslandi, þeir eru hluta af Íslandi eða ekki. Íslendingar eiga bankan sko. Já, þetta heimilisofbeldi sem við þurftum að ganga í gegn frá 2008, þetta er náttúrulega alveg skelfilegt sko. Ég er alveg búin að fatta út á hvað það gengur. Það er náttúrulega bara að vera að taka heimilin af líðnum. Já. Það verða að eigna með kerfisbundnum hætti verða að eigna hreinsa líðin sko. Já. Og þetta er það sem er gert með þeir kallaðir teknókratar. Þetta er teknókrati og það er með vísindalegum hætti passað upp á það að þú eigir ekki neitt og sért alveg á nippun alltaf sko. En líður á ekki eiga neitt? Nei, það er kerfisbundið markmiðið sko. Já. Ég hef farið áþreifanlega var við þetta þegar ég keypti hérna í Noregi. Það er sama prógram í Noregi. Reyndar eru svolítið mikið í Noregi og Svíþjóð ennþá töluvert af eigna lóðum til dæmis og eigna löndum sko. En þeir eru eins hratt og þeir geta að breyta lögunum og skráningin á nýjum kaupsenningum með þetta hugsanlega svolítið iffy sko. Þú ert hugsanlega bara, já, það eitthvað sko, bara massíft skjalafals í gangi með það sko. Þetta er náttúrulega greinilega glóbalt, þetta alla Evrópu sko. Þetta allan heim. Þess vegna kallar það New World Order sem þetta bara gamli same old sko. Þú getur bara sleppt þessu new þannig framan og kalla bara World Order. Já, þú sér nú bara blekkinguna í fjölmiðlunum. Sérðu blekkinguna bak við heimilisofbeldið. Venjulegur líður, hann sér þetta fyrir sér að heimilisofbeldi, kall og kellingar slást. Þetta snýst bara allt annað. Þetta ofbeldi á heimili líðs. Nei, það náttúrulega bara spuni og problem reaction solution aðgerð til þess að fella niður og enda ekki heimilið sko. Nei, þetta nefnilega flóknari blekking heldur bara það. Þú ert bara einangrað þann hluta af blekkingunni. Ég sá hvaða lög þeir settu gegn heimilunum inn á þing. Það betur hvaða hagsmuni, ég meina, ef þú hugsaðar út frá mafíunni sem kynnir sig sem valdstjórnin, hvaða aðra hagsmuni hafa þeir en að taka niður varnarveggi heimilisins? Þau eru búin að taka það niður, þá bara gerur það sem þeir sýnist. Hvað heldur þú að Reynisfjöru Sæjápi snúist um?
það snýst að fyrsta lagi eru þeir í cash flow problemi með mafíuna, það brennur allt eins og bála á Hverfisgötunni og þeir eru að reyna að bjarga cash flow yfir á Suðurland til þess að halda mafíunni hjá sig gangandi. Venjulegur maður, hann hreinlega áttar sig ekki á þessu, það er bara ekki séns. Það er bara ekki séns. Hvað er venjulegur maður? Venjulegur maður, það er þessi sem að létu blekkjast til dæmis að lífveldinu. Já, það virðist nú reynda að vera sko fleiri og fleiri sem að ég hef búin að vera í fyrsta sæti á Vísi sko, það virðist vera fleiri og fleiri hlustar á það sem ég er að segja sko. Og venjulegur maður, hann horfði á Eurovision alla helgina, hann talaði um Eurovision alla helgina við alla sem hann hitti. Fólk sem einhver bein í nefuna og það hlustaði á viðtalið við mig og ég er búin að vera að ræða það alla helgina. Já, en Eurovision og allt svona, þetta er náttúrulega til þess að halda okkur uppteknum. Já, ákveðlega þess. Nei, ég er gaman að tónlist og horfa á þessa þætti og allt þetta, en ég læt þetta lengur ekki blekkja mig, sko. Já. Þetta heldur mér ekkert lengur uppteknum. Fjölmiðlandi þó að fólk sjáu það hvað ég les ofboðslega mikið fjölmiðlana. Þá er ég er að lesa gegnum blekkinguna. Já. Það er svolítið flókið að finna þetta. Ég náttúrulega sko tók heimilisofbeldi gjörsamlega fyrir og bara las allt sem tengdist heimilisofbeldi. Ég googlaði það á öllum miðlum og á Google og svo las ég hverja grein fyrir sig og tengdi dagsetningarnar. Og svo fór ég og sá hvaða lög þeir voru að setja inn á þing samtímis í framhaldi af því. Ég sá hvaða fólk stendur á bakvið þetta. Ég sé hvenær heimilisofbeldi byrjar. Ég sé það á mynduna sem að fylgja þessum fréttum. Ég sé fyrirsagnar. Ég sé hverju ég skrifa undir og ég opna blaðamennina á bakvið þessa greina. Já. Þannig að þú sér að þetta er rosaleg vinna að fylgjast með þessu. Já. En svo líka fylgir því að það er ekki auðvelt að finna samhljóm hjá öðrum sem að átta sig á þessu. Nei, það er sko, ef maður ætlar að vera í þessum bransa og hafa ágjörði hvað öðrum finnst, þá endist maður nú ekki lengi. Nei, ég er ekki að leita því hvað öðrum finnst. Nei. Heldur að í djúpu pælingum að þá er rosalega erfitt að kafa djúpt og villast ef maður er einn. Já. Þannig ef maður finnur eitthvað sem að pælir í þessu með manni. Þannig að það felst eiginlega leitin felst í því að finna eitthvað sem að hægt er að grúska með. Já. En þetta er sko alveg svakaleg lagatæknifræði sem er í gangi með þessi heimilismál sko, og brjóta niður veggi heimilisins og rífa börn af fólki og að Þú veist hvað barnaverndarnefnd ræðst á? Já, í dag ráðast þeir á þá sem að geta ekki varið sig sko. Eignarlaus líður. Einskinsmanns þræll. Já, það gera þeir í dag, en þeir eiga eftir að herða, það er svona æfingaprógramið er á slíkum fjölskyldum, sko, en þessu verður, sko, það er eitt rosalegt hættumerki í þjóðfélagi þar sem að lögreglan er farin að tala bara pólitík. Já, það er stór. Þú sér það hérna, formaður lögreglufélagsins mæti bara á sög og er bara kynntur sem að þessi gaur mættur fyrir formaður lögreglufélagsins og hann er bara að tala pólitík, hvað honum finnst það ég að vera að gera og hvernig þetta ég að vera. Og svo er bara að vera að ráða alls konar svona félagsfræðinga og einhverja þjóðfélagsmótandi embætti innan lögreglunnar. Og það er enginn sem að bara, er þetta eðlilegt? Og þeir með ekki kalla sig lögreglu þjónar lengur, heldur þurfa að kalla sig lögreglu auga. Eða lögreglumenn, þeir með ekki kalla sig lögreglu konu til þess. Nei, en það er líka vegna þess að lögreglan tilheyrir ekki lengur lýðnum. Allt í henni snúið gegn lýðnum. Já, það var lögreglu þjónar unnu fyrir sveitarfélögin og voru í nærbyggð, sko. Þetta apparat sem er í gangi núna er til þess að raða lýðnum upp í röðuna þegar það verður sprauta til dauða með einhverjum bóluefnum gegn ímynduðum illum öndum, sko. Kalla vírusar. Þetta er náttúrulega alveg skelfilegt því að lögreglan var hluti af lýðnum og lýðurinn valdi lögreglumann bara til þess að passa upp á krísuna sem verður hjá lýð. Já. Og þannig að þetta er bara maður úr okkar röðum sem að velst til þess að passa okkur, þannig að við þurfum ekki að vera
vinna þá vinnu á meðan að við erum upptekinn annarra manna vinnu? Það var náttúrulega upphaflega blekkingin, sko. Já, þú ferð bara að vinna og lætur okkur fá bara 80% af launanum og við hugsaum rosalega vel þig, sko. Já, við pössum að lækna þig þegar þú verður veikur og ef þú ferð að slást við annan þræl þá komum við og skörkum í leikinn. Já, svo fer mafían og kaupir sér skemmtisnekkjur og eru bara farin úr landi, sko. Þeir eru ekkert ennþá í landinu, sko. Og síðan eru bara sendar heim einhverja hugmyndir, við bara leiðum svona líknardrap og læknirinn ákveður bara, þú ert svona 64 að fara að leiðast eitthvað, hann bara dreipur þig, sko. Þú skoðar hann nú bara í stríðum almennt, hvaða fólk fellur? Það er allir nema eilifann. Já, þannig að byssunum er beitt að línu. Það er allir nema þjóðin, sko. Já, það er sko, það er líka, en sko, já, ég með svo skrítið, sko, fólk verður svo rosalega reitt út í mig, sko, bara Axel Pétur, sko, bara, það er svona úthugðið sér yfir mig, sko. Út af hverju? Þetta er náttúrulega svolítið mikið áfall, sko. Já, vissulega, þetta er rosalegt áfall, það fatta þetta allt saman. Já, ég þarf að þess að fiffa hérna, það er eitthvað, ég segði mér hérna, já, byrju. Nei, mamma er að meina að hann sem leikur í hérna myndbæri hann þegar hann tekur á dókun. Það var eitthvað spannmyndinni með mjögslæðin að það. Ég þá bara aðlit eftir? Ég bara skilin eftir aðlit? Það er ekki að mjög sem blir spæði svona og það er Jesus, já. Nei, húsnæðismál hérna í Noregi, þau eru töluvert þroskaðari heldur en eins og þetta er á Íslandi, sko. Nei, Axel er að fiffa eitthvað hjá sér, það voru svo miklu spurningar hjá honum. Já, það eru stekktir. Býtum við. Excuse me. Hvað tekur seknum í það? Það eru þetta eða ekki tíðanum. Þú átti þetta ekki. Já, ég keypti mér fyrir 1,6 milljón norskar og borga 15% út sjálfur og eitt lán er með 2,8% vexti og svo er húsnæðisláni sjálf, það er inn í þessu öðru láni, þannig að láni er svona tvöfalt, það er kringum 2% vextir. Og af því er ég að borga 120.000 kannski, íslenskar á mánuði. Já, 120 skall, 140 skall, einhvers staðar þar á milli. Já, ok, ég fann að heyri er. Heyrir þér núna? Ég heyri núna er. Já, en hérna, já. Ég kann ekkert að vera svona aðlit, sko, þannig að mátt ekki skilja mig eftir svona einan, sko. Það er ekki svo Guðjón, hún bara tekur allt yfir og... Já, ég kannski lagi þessu í daginn. Já, ég keypti hús hérna fyrir, kona mín keypti hús fyrir 200.000 sænskar. Það er nokkuð flottur prís. Já, alveg rosalega gott hús, sko, 200 fermetra hús með 1200 fermetra. En sko, í sambandi við lánið, þá eru það ekki rétta spurningin, sko. Kona mín er að greiða 1,9% vexti, sko. Og það er engin aukakostnað, það er bara upphæðin og vextinir.
og svo keyptum við reyndar hérna vaxta þak, það fer aldrei yfir 3,9%. Það er náttúrulega einn rosalegu pluss hérna, það er að ég sé láni strax lækka. Já. En ef þú ert ekki með vaxta þak, að þegar hrunið kemur, þá getur lánið margfaldast, það gerðist hérna í Svíþjóð áður, sko. Já, ég hafði nú vita á því að það er grensi hérna, sko. Ég held að lánið geti fara allt upp í 3% hjá mér, sko. Já, þú þarft allavega hérna að kaupa sérstaka tryggingu 5 ára í senn, sko. Já. Og hérna... En þetta er ekki réttu spurningarnar, sko. Hérna, ef að mig vantar hús til dæmis og ég vil kaupa hús fyrir bara 2 milljónir norskar, eða það eru þess að 2 milljónir eru 30 milljónir íslenskar, af hverju get ég ekki bara prenta peninga og borgað húsið? Hver bannar með það? Já, hver bannaði það? Það veist, pældi í liðinu sem er í þeim business bara að prenta peningar. Það er eina sem ég gera, það er bara að prentaði peningar, einhverju milljónir eða triljónir og that's it, sko. Hvar fékk þetta fólk þessa heimild til að prenta peningar? Hvaða rugl er það? Peningarnir eru bara handa okkur línum. Þeir þurfa enga peninga. Þessna sé ég að fjölskyldur eins og hérna engiðarættin sem er að braskast til þess að stela 10 milljörðum, þeir eru greinilega ekki með greiðan aðgang á prentvélinni, sko. Að því ef þú hefur greiðan aðgang á prentvélinni, þá prentar bara 10 milljarða fyrir hádegi og laugardegi, eða bara fyrir hádegi og mánudegi, sko. Það er nú oft komið upp á yfirborðið eins og þeir eru að tala Bandaríkja dollar. Hann er bara prentaður og þeir veit ekki hvað þeir að gera við öll peningafjöllin í Kína. Nei, ég meina, en svo er fólk bara að tala vexti og vaxta kjör, sko, en hvað með þetta fyrirbæri að eitthvað bara prenta peninga? Já, við megum það ekki. Líðurinn má yfirleitt ekki neitt. Nei, en samt trúar hann á fyrirbæri lýðræði og við ráðum þessu. Að líðurinn ráði. En, býttu nú skulum við taka smá lýðræðis pælingu. Já. Það er náttúrulega sko 2/3 af fólkinu í landinu telst sem líður. Já, ég hefði reynda gaman að sko það eru 200.000 sem er líður. Já, og af því að við erum náttúrulega ekki búin að pæla alveg í hugtakinu hvar við setjum grensana. Það er sjálfsagt einhverja af þeim 130.000 sem eftir eru þeir sem tilheyra þjóðinni, en þetta fólk er hægt að fella niður til líðs og ég er einn af þeim. Ég var þeim megin. Já, reyndar sko hérna... Ég taldi mig hluta af þjóðinni. Já, ég meina, ég get talið mig vera hluti af Tíbet, en þú veist... Það er ekkert innum tengslu við veruleika, sko. Nei, það vegna þess að ég taldist til þjóðar. Ég taldist ekki sem líður. Já, þú segist bara... Þannig ég er einn af þeim sem að þeir gátu að hendi yfir girðinguna, sko, niður til ís. Já, ég verða... Niðurlægður, heitir það. Þú tekið eftir hvernig sem að þessum mönnum eru uppnefndir. Frægir menn er að notfæra sér unga stelpur og svona lögfræðingar eru svona teknir fyrir og einn úr röðum þjóða eru teknir fyrir. Þetta eru uppnefningar. En svo er líka hægt að niðurlægja, henda mönnum niður til líðs. Já, sko, ef við gefum okkur að þessar tölur hjá Degel séu nærri lagi að það sé 200.000 sem að eru bara fallbyssufóður á Íslandi eða dauðans matur og þá hef ég verið að velta fyrir mér þessu 135.000 stendur eftir sko. Ég held að það sé ekki það stórt hlutfall sem telst til þjóðarinnar sko. Sem að ég sé sko, sá hluti af því fólki sem ég sé sem þjóðina er miklu minna. Þess vegna er þessi tala svona há.
Það vegna þess að það svo margir þar sem í raun og veru bara líður sem telst til þjóðar og ég að pæli til dæmis eins og ráðherrar. Þeir eru ábyggilega hluti af þessum 130.000. Já, sko, ég kem alltaf að þessari, sko, ég þarf alltaf að hafa rosa að hafa því þar, en ég þarf alltaf að skilja hlutina svo óbúslega einfalt. Sko, ef að þú átt peningaprentur. Helena, menna sinnunum að því ég online. Að sko, ef ég á peningaprentuvél, akkur ég að vesenast í því að vera ráðherra? Nei, ég að segja það, ráðherra líður. En hvora megin hann í þessum tölum okkar? Hann einn af þessum 200.000? Það svolítið erfitt að átta sig á því, sko. En sko, ef við förum yfir ráðherra til dæmis, þá Davíð Oddsson líður, Björn Bjarnason líður, Nordal þjóð og hún Hanna Birna var líður, Sigmundur Davíð líður, náttúrulega Eygló og Sigrún og allar hinn og allt þetta lið, þetta allt saman líður, sko. En Nordal skýrt dæmi það þar sem svo mikilvæga breytingar í gangi að það þarf einn úr þjóðinni til þess að koma því á. Það er mikið myrkraverk sem verður að framkvæma að þeir ná ekki að láta líðin framkvæma það sjálf og það var það sem Hanna Birna klikkaði á, sko. Ég alveg sannfærður það að Davíð þjóðamegin. Nei. Ég alveg sannfærður það. Ég sá það þegar Sveppi ætlaði að fara í eitthvað gríni inn til hans. Sveppi var svo logandi hræddur. Bara við að sjá hann. Þetta segir ekkert eða sannar ekkert, þú þarft að skoða stærra samhengi en þetta, sko. Ég held að Davíð sé komin þjóðamegin, sko. Hann sé orðin einn af þeim sem við myndum kalla þjóðina. Já, hvað skýrgreinir sem þjóð, sko? Það eru í raun og veru valdamestu mennirnir. Það eru þeir sem þurfa ekki að standa með pískin og berja líðin. Það eru bara þeir sem eru hugurinn og heilinn bak við þjóðina. Já, þjóðfélag félag. Það er það sem að Guðjón hefur stundum punktur frá honum sem svolítið réttur. Hann talar sko þeir sem eiga valdið og svo þeir sem framkvæma valdið. Já, þeir sem að framkvæma valdið myndi ég kalla að væru raun og veru líðstjórar. Sæið þú fyrir þér að stæðsti kvótaeigandi landsins eða Nordal fjölskyldan eða þessi sem eru alveg greinilega innvígðir í þjóðina að þeir fara að vinna sem einhver ritstjórar á mokkanum deyjandi fjölmiðlu upp í sveit. Já, býtu, þú fórst aðeins inn í hérna punkt á hann. Af hverju Nordal send í sæti Lýs? Í hvað sæti situr Davíð? Það ekkert í gangi á mokkanum sem skiptir neinu máli. En af hverju situr hann í þessu sæti? Þetta bara að bera saman epli og appelsínu og fá út banana, sko. Þetta er svo ólíkt af jú. Nei, skoða bara allar þessar blekkingar í fjölmiðlunum. Hvað hlutverk hans? Ég held að hann hafi það miklu betra sem ritstjóri heldur en bara að sitja þarna og ritstýra. Ég held að hann sé öðru hlutverki, hann bara einn úr röðum þjóðurinnar sem þarf að sitja frammi, þarf að sitja í eldlínunni. Það þarf nú stundum einhver að sitja á eldlínunni. Nei, sko líka ef að það hefði ekki þurft svona mikilvægar og viðbjóðslega breytingar innanríkisráðuneytið, þar sem að þeir fara bara að drepa Íslendinga í stórum stíl, þá sko, það allt annað situasjón, þar sem að verið að koma lögum og alls konar dæmum í gegn, þar sem getur bara tekið einhvern mann og sprauta hann til dauða og það bara enginn sem spyr spurninga. Það svolítið heavy stuff, sko. Davíð Oddsson ekki að gera neitt svoleiðis á ritstjórnarskrifstofu Morgunblaðsins, sko. Hann bara að tuða þar, náttúrulega kemst á eftirlaun, sko. Sá sem að hins vegar að borga honum launin, hann á valdið, sko. Davíð Oddsson þjónn þessara aðila. Og ég að velta fyrir mér, sko, að þessum 135.000, þá eru hugsanlega, sko, þeir sem hafa þjónað mjög vel, mjög lengi, eins og Eiður Guðnason, vinstri dútarnir allir Svafa Gesson og allir þessa mellur, sko, að hluti af samningi mellunanna að þeir njóta svona góðs út að sína lífdaga, sko.
En börnin þeirra ganga í sjálfum sér ekkert að neinum völdum, sko, en hins vegar eins og Nordals-fjölskyldan og Bilderbergs fjölskyldunar. Og ég held hins vegar að konanastafis sé hugsanlega hluta af þjóðinni, sko. En sko af þessum 135.000 þá einhver hluti sem í náðinni, sko. Já, það þeir sem að teljast til þjóðar í alvöru. Nei, af þessum 135.000, sko, 135.000 af því líka þetta eru húsþrælarnir. Já, sem að þeir segja bara, veist, þú tilheyrir þjóðinni. Þú segir bara við hann, þú ert einn af okkar. Já, ég meina, ég get sagt við þig, Hafni, þú ert frá Tíbet, þetta bara misskilningur hjá þér. Það þýðir ekkert, skilur við. Jú, þú fattar ekki blekkinguna. Jú, ég fattar alveg hvað það segja. Nú eru við tveir að labba í gegnum fyrirtæki og við sjáum vinnuþrælana hérna á hægri og vinstri, saumakonur hérna öðrum megin og eitthvað annað hinum megin. Löpum við hérna tveir í gegn og ég á þetta, ég á þessa þræla. Hver þú? Nei, ég bara þrælahaldarinn. Þetta er fyrirtæki mitt og þetta eru þrælandi mínir. Og ég að labba með þér í gegn og þú ert að sækja vinnu hjá mér. Ertu eigandi að fyrirtækinu? Já, við verðum að stoppa þar. Ég ætla ekki að fara upp í hærri pælingar eftir það. Ég á fyrirtækið og þetta er fólkið sem í vinnu hjá mér. Já. Sér labba ég með þér þarna og þú ert að sækja vinnu hjá mér. En svo segi ég svona við þér, en þú verður nú samt ekki einn af þrælunum sem að þarf að sauma og svoleiðis. Þú verður stjórnandi. Þannig að þú verður ekki þræll. Já. Það sem að þú fattar ekki, þú verður samt í vinnu hjá mér. Hvað þýðir það? Nákvæmlega. Já, þannig að þú sér þig ekki sem þræll. Já, þetta alveg harðrétt. Þetta harðrétt greining. Já, þú ert orðin einn af mér. Þetta nákvæmlega það sem ég að segja, að sko að það eru þjóðin sem eru hluthafarnir, þeir sem eiga fyrirtækið. Það getur verið fleiri en eitt sem eiga eitthvað dæmi. Og það eru fjölskyldunar sem eiga þjóðina Ísland, síðan eru þrælarnir. En þeim skipt í 2 hópa. Það það sem við köllum lýður og það lýðræðið. Og það eru húsþrælarnir og akurþrælarnir. Já, ég skilgreindi bara þetta lítinn hóp, lítinn hluta af þrælahaldinu. Fyrirtækið mitt, síðan þegar við förum í það hver á fyrirtækið og hver á mig. Ég náttúrulega, þó ég reki fyrirtækið, þá ég samt þræll þjóðar. Já, en það vitum við að á meðal þessara þjóða, sko Sameinuðu þjóðirnar eru fólkið í löndunum sem á þjóðirnar. Já, þarna erum við komin nefnilega ansi skemmtilega norðurleik. Já. Það þegar að þú fattar orðið þjóð og kannt að lesa og þú bara hreinlega lest það orð rétt eins og það skrifað. Sameinuðu þjóðirnar. Þar þetta eitthvað flókið. Nei, en sko það eins og núna sérðu það farið að leggja í stjórnarskrán og hún ein Nordals-systirin var með formaður stjórnlagaráðs af tilvílum náttúrulega og nú farið að leggja í stjórnarskrá sko það sem verður að telja lýðnum að þeir hafa einhverja stjórn sko og alltaf þegar lýðurinn heyrir já, auðlindina verði þjóðareigu Svolítið skemmtilegt þegar ég tala auðlindina. En veistu af hverju stjórnarskráin svona flókin? Hún ekkert flókin. Jú, hún rosalega flókin. Jú, reyndi að fá lýð til að skilja stjórnarskrána. Hún of flókin fyrir lýði. Það vegna þess að það felst í stjórnarskráni að lýðurinn fatt ekki að hann sé lýður. Hún þannig sett upp og hún gengur undir það að þú átt ekki að fatta að þú sért bara lýður. Ef að ég tek dæmisögum það, hugsaði einhverja mannesku sem að fer og kaupir bíl og manneskjan fer til bílasala og kaupir alveg nýjan bíl úr kassanum rándýrt og skrifar upp á skuldabréf og svo kemur að ljós að bílinn allir handónýtur og fyrirtæki fer á hausinn en samt þar viðkomandi að borga lánið í topp en þarf svo að kaupa nýjan bíl eftir 2 ár í staðinn fyrir 5 ár. Þú heyrt talað smáaleitrið? Já, hann byttu nú við. Og síðan fer bara fyrirtæki á hausinn þannig að viðkomandi getur ekki sótt sér neitt rétt. Herðu,
síðan mætir þessi sama manneskja í sama húsið og það búið að breyta nafninu, þetta var Toyota en núna þetta Ford, ok, það búið bara að breyta nafninu eitthvað og það sama starfsfólki og allt það sama og viðkomandi mætir aftur og kaupir annan bíl og skrifar undir og lendir aftur í sömu aðstæðum og gerir þetta á 2 ára fresti allt sitt líf. Sko, þessi manneskja það sem er flokkað monster eða gólum eða heimskingi. Já, það nú bara akkurat svo staða sem að líðurinn og við líðurinn og ég líðurinn og þú líðurinn erum í. Já, þess vegna ég alltaf að hvetja fólk til að hlusta upp rásuna mína og aðra rásir eins og í þessum stíl og uppfræða sig og hætta að vera gapandi hálfvitar með slef í munnvíkjunum og glemrandi eins og tómar tunnur var nú ekki hægt að sita einhverja smá visku þarna borð, sko. Hvað stendur íslenska lýðræðinu fyrir þriðum? Heimskingjarnir. Já, við erum allt í einu búin að velja fólk á þing lýðs sem að veit ekki eins og fyrir hvað það stendur. Hvernig óskopunum tókst elítina að blekkja svona mikið af fólki sem að fattar ekki tilgang lýðveldisins? Svona, við erum að tala 60-70 manns sem að bara sitja þarna upp á pund. Alþingi náttúrulega, ég meina, það í fyrsta lagi á Alþingishúsinu danska konungsmerkið, sko. Það nú ekki alltaf hægt að hafa það skýrara en það, sko. Heyrðu, það bíla hjá honum sjónvarpið í dagins. Já, ok. Já, þetta svona heimilisbókaldi bara í gangi. En sko, það verður aðeins að segja hlutina eins og eru. Fólk bara gapandi heimskingjar, sko. Fyrir ekki þau. Já. Þetta ástæðan að þetta tíminn sem að ég mest upptekinn. Já, einmitt. Nú ég verða á nefnilega að setja hann í bólið, sko. Já, einmitt. En sérðu bara mynd af þessu húsþrælana. Hvað er aftur? Hvað þetta? Þetta ansið þekkt merki. En sér þetta blasir við okkur, sko. Já. En það er ekki nóg, þó þetta blasir við. Þetta bara in your face. Já. Og orðið þjóðin blasir við okkur, samt fattar fólk ekki neitt. Já, fólk, sko, við getum tekið líka bara girðingana og allt það. Fólk skilur ekki einu sinni þessa girðingu. Girðingin náttúrulega bara, ég meina, ef þú ert fyrir utan girðinguna, þá ertu líður og hefur raun engin réttindi, sko. Já, þetta meina girðingasæðubu sem var daginn. Girðingin utan Alþingishúsið. Álgrindverki sem sett á milli þjóðar og líðs. Þegar Alþingi sett, þá líðurinn giltur úti eins og rollur. Já, samt þetta þinghús líðsins. Já, það. Pröfa að fara í Kíví á morgun og segja, þetta bara húsið mitt, vil ekki bara fara út. Nei, sko, þing líðsins, Alþingi, þing almennings. Almenningurinn náttúrulega líðurinn sjálfur. Já. En út af hverju heldur þú að þeir þurfa alltaf að keyra lögunum fyrst í gegnum þingið til þess að geta nota lögin gegn líðnum? Það vegna þess að þingið lýðræðið svo voldugt. Við erum í miklu meirihluta, en ef við notum það rétt, þá getum við notað lýðveldi til þess að verja okkur. Nei, aldrei. Jú, við getum notað til þess að verja okkur. Því að hver tilgangurinn? Hver samningurinn? Hver tilgangurinn með samningum milli lýðs og þjóða? Hver tilgangurinn með stjórnarskránni? Það að lýðurinn sé ekki laminn, rændur, að lýðurinn megi eiga. Að lýðurinn hafi ágætis heilbrigðiskerfi. Að það sé passað upp á að lýðurinn upplifi sig ekki sem lýð. Já, nei, ég ekki sammála því reyndar, en... Þessna þing lýðsins stofnað. Það stofnað utan lýðinn.
Nei, það til ekki... þess að halda kontról á línum. En nú ertu bara, þú þarft að byrja svona sögur á einu sinni var, svona ævintýri, sko. Þetta var nefnilega ekki þannig. Það var bara 1662, það var bara valdinu rænt af Íslendingum og það var bara sagt, við ráðum núna. Og það var gert með þessum Kópavogssamningi, hvernig sem honum var nú komið á. Og síðan sko, eins og sér líka bara þegar verið að rannsaka einhver glæpamál, eins og núna verið að rannsaka eiturlöginnflutning valdstjórnarinnar. Þá stofnaði einhver hér að saksóknar að stofna þetta embætti og hitt embættið. Sko allt þetta dómskerfi og allt þetta tífóli sem í gangi snýst það að halda starfsmönnum valdstjórnar mafíunni innan sinnar aga glæpagengið. Þetta sem mafía. Mafía með mjög strangar svona innanhúsreglur ef þú fyrir að brjóta eitthvað og það farið bara kúl í nakkan, sko. Já, ég held að orðið mafía sé alveg leyfilegt að nota það í þessu, en þetta náttúrulega bara þjóðfélagsverkfræði. Mafían í raun og veru bara annar orðið við þjóðfélagsverkfræði, alveg eins og ISIS þjóðfélagsverkfræði. Nei, sko, mafían er ákveðin tegund af starfsemi. Mafía þýðir, sko, Masino Authorize Inferno, Masino heimilar bruna og morð. Það er mafía. Og sama gildir með mafíu eins og valdstjórnina. Það eitthvað vald sem yfirleitt eitthvað svona mystískt og frá þá Danarkoningi eða frá einhverjum, sko frá Guði eða eitthvað vald og glæpamenn hafa rosalega mikla þörf fyrir það að einhver veit heimild til þess að fremja glæpin. Þess vegna var alltaf svo Mazzini Authorize, eða Mazzini heimilaði glæpina. Og það það sem að, sko, þess vegna það náttúrulega forseti Íslands sem Mazzini á Íslandi, sko. Hann heimilar skattheimtu með valdi, hann heimilar að ræna börnum af fólki fyrir peningar og þeir ganga náttúrulega bara eins langt og þeir komast upp með, sko. Og fólkið líðurinn skiptir engu máli í þessari starffræði, sko. Nei, líðurinn algjört aukaðri í þessari algjört og að ganga með einhverja grillur í hausnum það að líðurinn ráð einhver Guð hjálpi mér. Hvað margir dauðir hérna fyrir austan, sagður? Hvað varstu komin upp í ykkur að tölu þar? Hvað fyrir austan? Í sem Reynisfjöru ævintýri hana. Það var ekki bara einn Kínveri sem að dóð þarna sem enginn veit hver er. Já, þetta svo mikið snild, sko. Eða ég bara klikkaður. Já, ég sé sko bókstaflega blekkingu í hverja einustu grein, sko. Já, það orðið svolítið þannig, sko. Maður svona, reyndar það, en það svona 40% af því sem að rennur í gegn núna eru aðgerðir, sko. Já, það sem að ég náttúrulega, þetta svo mikil, þetta náttúrulega mikið flóru, þetta margir fjölmiðlar og þetta mörg sæjóp. Það náttúrulega get ég ekki fylgst með þeim öllum, þannig að ég svona einsett mér að fylgjast bara með hluta af þeim. Já. Ég man ekki hvað ég var að sjá daginn. Já, ég ætlaði svona að reyna að benda þér á, ég veit ekki hvort með texta. Þegar að þú sérð ákveðna íslenska blekkingu, ítir síðan á til dæmis Vísir Erlend eða MBL Erlend, þá sérðu að fréttinni, íslensku fréttinu og íslenska atburðinum er fyllt eftir þar. Þá fara þeir eins og þeir fara að leita erlendu atviki sem að náttúrulega, það er ýmislegt sem gerist út í einu stóra heimi og þeir bara leita að sérstakri frétt. Ég man ekki hvort að ég sé með hana uppi núna. Og hún kemur undir erlent í staðinn. Já, hérna, til dæmis Jackie Khan á dailymail.com. Hann skrifar American most corrupt country in the world. Það bara verið að segja þarna, veist, að það er ekki endilega Amerika. Á hverju kemur þetta í Daily Mail, á hverju kemur þetta ekki amerísku fjölmiðli. Svo kemur hérna Tóm Tunna, Landspítalinn. Já,
Já, ég næ ekki alveg að fylgja þér þarna, sko. Nei, það er vegna þess að þetta sko það veit ekki hver ég sko. Það vill ekki trúa mér og ég að reyna að setja það fram hver ég sko. Þannig byrja ég. Já, þannig að þetta er flókið. En það var ráðist á mig í gegnum fjölmiðla. Og fleiri greinar sem að ég gat ekkert sagt, heyrðu, þetta mig góðir látt ekki svona. Þetta var svo einfalt að kæfa þetta, sko. Og það var ráðist á bönni mín og ég las þetta allt sem undir erlend. Það kom allt undir erlend. Já. Það bitur við. Það er sko að setja þess að grein. Sko, ég get nefnt þessi dæmi. Hérna ég nú að nálgast þetta. Já, tókstu eftir þessu með Legadan? Nei. Sýklalyf duga ekki við Legadanum. Já, einmitt. Þetta er stórmerkilegt. Ég kveikti strax á perunni hérna, sko. Þetta sem kemur á MBL. Og sýklalyf duga ekki á Legadan. Og það fylgdi önnur frétt, lekandabakteríur berast erlendis frá. Nú skal ég leyfa þér að pæla bara í þessu, af því að kynferðisofbeldi er ofboðslega erfitt útskýra. Lekandabakterían, hver er það? Það er svona maður eins og ég og þú. Við erum bakteríur í þeirra augum. Og það berast erlendis frá. Við erum að leka ákveðnum upplýsingum inn í íslenskt samfélag. Þeir hafa ekki fjölmiðla til þess að verjast okkur. Þeir hafa ekki sýklalyf gegn okkur. Já, þarna ertu að tala mál sem ég hreinlega skil ekki, sko. Já, en ég eignaðist þennan hæfileika eftir að þeir voru búin að ráðast ítrekað á mig gegnum fjölmiðlana. Sko það sko, maður getur aldrei tekið einhvern einn atburð, sko, það þarf að vera samhengi, sko. Já, það er nefnilega svolítið vont, sko, það verið ráðist á mig og kynferði mitt fyrir það að vera að nefna lögreglustjórann, af því að hún kvenkyns. Málið það að ég ekkert að ráðast á kynferði hennar. Mér alveg sama hvort hún kvenkyns eða karlkyns. Já. Ég veit bara fyrir hvað hún stendur. Lögreglustjóri og ég veit fyrir hvað lögreglustjóra embætti stendur og ég sé alveg gríðarlega mun á lögreglustjóra og lögreglu af því það alveg tengt ólíkt, það sikkur kennitalan og sikkur húsnæðið en svo blekking núna, hún titlar sig eða lögreglustjóri titlar sig sem lögregluna núna og búin að gera það í 1 ár. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sem náttúrulega var bara lögreglustjórarnir á höfuðborgarsvæðinu. Já, svo voru sýslumaðurinn í Reykjavík var að skipta kennitölu. Já, sérðu blekkingarna, sko. Þetta allt líðstjórar. Þetta allt liðið sem að stjórna líðnum. En þetta sama lið að stjórna fjölmiðlunum. Og þú getur rétt ímyndaðir svona valda miklir líðstjórar skuli vera með 7 fjölmiðla gjörsamlega sínu snöru. Þegar ég var í Keflavík, þá sá ég strax í gegnum fjölmiðlana og ég fór að benda á þetta. Þá stofnuðu þeir DFF/Suðurnes. Og ég fattaði það. Þá kom þögn í nokkra mánuði. Ég sá hvergi neinn skilaboð frá þeim. Svo allt í einu þá kemur á MBL. Þá þeir búin að skipta og þá voru þetta undirheima skilaboðin sem fóru í gegnum þessa fjölmiðla. Já, en sko... Þannig ég búin að fylgjast með þeim í nokkur ár, sko. Mér finnst þú vera að lýsa svolítið stríði bara frá vígvellinum, sko. Þú ert bara að lýsa svona afleiðingum hlutana en ekki orsökum, sko. Eða hvaða valdablokkir að takast á eða hvað í gangi. Hefur heyrt talað það að stríðið á sér stað í fjölmiðlum? Ja, hvaða stríð? Ja, hvaða stríð? Stríðið á móti hverjum og við hvern og hvað, þú veist. Fjölmiðlar, það ekki þannig að stríðið sé bara í fjölmiðlun. Fjölmiðlar eru bara einn hluti af apparatinu. Og þetta eins og þegar ég var að sitja mig inn í markaðsfræði, þá var ég mjög lengi að lesa mig til hver munurinn
á strategi og taktik, sko. Og það kannski, þú ruglar svolítið saman, sko fjölmiðlan bara ein taktikin, lögreglustjóra embættið ein taktikin, velferðarráðuneytið ein taktikin, að ná völdum yfir landinu ein taktikin, sko, aðildin að NATO önnur taktik og sko, maður þarf að lýsa taktikinni eins og þetta sem þú ert að tala þú veist það sem að lögreglustjórar skipta einhverja kennitölur en að titla og þetta að gera svona og það einhver blaðamaður sem ræðist á þig og það eitthvað, veist, þetta allt saman taktikir í dæminu, sko, en maður þarf alltaf að horfa á strategíuna líka og spá í strategíuna, sko. Veist, hver strategían? Ég fór náttúrulega ekki að gera það fyrir en að ég fór að sjá að það væri strategíu bak við það. Já. Fyrst held ég að þetta væri bara, lögreglustjóri væri bara að leggja mig í einelti. Já. Ég held það bara fyrst. En svo þegar ég fattaði að hann lítur á mig sem líf. Lögreglustjórinn sjálfur náttúrulega líður, sko, hann fattar það ekki. Hann náttúrulega þræll þjóðar. Já, hann náttúrulega húsþræll, þannig að hann aðeins hann fara að sofa inn í hlífunni. Já. En hún sá það fyrir sér, ég mátti ekki eiga heimili, ég mátti ekki eiga fjölskyldu. Ég náttúrulega á 7 börn og 5 barnabörn. Þetta var ráðist á þetta allt saman. Já, þetta náttúrulega trial run á því sem að koma. Þeir að koma sér í þá stöðu að þeir geta rústað hvaða fjölskyldu sem Og tókstu eftir að það voru 2 einstaklingar sem fóru til Palestínu. Hún fyrrverandi yfirmaður velferðarsviðs fór til Palestínu. Hvenær? Hún hætti hann í borginni og endaði með að sitja hann tillögum að hætta versla við Ísrael. Já, það svona 7-8 mánuði síðan. Já, veistu af hverju hún var að fara til Palestínu? Það var ekki bara skrifið til annað samning. Nei, hún að læra þjóðfélagsverkfræðina sem notuð í að útrýma þeirri þjóð. Og maðurinn hennar læknir sem hefur verið einmitt í hluta af innanríkisráðuneytinu að böggla þessu dæmi saman sem getur svipt menn bara og eitthvað segja að hann geðveikur þá hann bara sprautaði niður og kemur aldrei fram aftur, sko. Að þetta náttúrulega blekking að sita þetta viðskiptabann á Ísrael því núna allir þegar ég kem fram með þessa kenningu að hún að læra aðferðir Ísrael til þess að rústa þjóðum. Hvað meinar þú? Hún setti viðskiptabannið á Ísrael eða hvað ég veist. Þannig að það var bara eitt af sæjabónum, sko. Þetta alveg rosalegt ef að ég labba niður í bæ í Reykjavík, sko, þá svo auðvelt að láta mig bara hverfa. Já. Og veistu hvað þið bröðnirðu? Hann hefði bara byttuð það af. Já. Þetta viðbröð lífsins, sko. Hvað dýrinn hann að kjafta upp átt? Af hverju lætur hann þetta ekki frið? Af hverju finnur ég heldur ekki bara áfram að lifa lífinu? Ég náttúrulega ágætis lífi. Ég fínni vinnu og mitt heimili og fjölskyldu. Já, þetta náttúrulega bara, þetta heimurinn sem við búum í, sko. Og sko, það rosalega mikilvægt ef maður ætlar að fara í handboltaleik að vita þá allavega hvernig handboltareglunar eru, sko. Að fólk að fara í einhverja stjórnarskrá pælingar núna og það áttar sig ekki einu sinni á þessari blekkingu með að það ekki þjóðin, sko. Og það búið að segja það við það og það hægt að sjá það á Alþingishúsinu sjálfa, þar dönsk kóróna. Ég ætla að sýna þér eina mynd, ég var reyndar að leita annarri mynd sem ég fann ekki, en bara til með svona mynd. Þetta miklun? Já, þetta svo tákgræn mynd, sko. Þarna eru þeir líðsmegin við girðinguna og hann þetta merki sem hann að gefa svona eins og þegar beljurnar beiða í sveitinni. En talandi tóma tunnu, það eins og það hefur svolítið hátt í honum hann. Já, þessir gaurar eru sem sagt hluti af líðnum. Heyrðu, já, það var ansi skemmtilegt viðtal í sjónvarpinu, Kastljós. Sástu þá dælingu hjá mér? Nei. Það var hann Helgi Rafn og svo hann Ólafur. Ólaði voru með hann í viðtali. Og
Helgi Hrafn var gestur Ólafar. Ég hlusta á þetta alveg orð frá orði, sko, og þetta var svo mikil meitlun. Já. Ég veit ekki hvort það er. En það ætla að senda þér bara líkinn. Já, þetta fólk náttúrulega, sko, það eins og þarna, þetta merki sem að Helgi var að gefa þarna, það er svona sem þetta fólk meldir sig inn til þjónustu, sko. Þarna byrjar Ólafur í þessu viðtali þarna á Hringbraut. Já. Byrjar hann að tala þrælana. Já. Og síðan fer Helgi Hrafn að tala lýðveldið og stjórnarskrána. Já, og þar sem maður fann að sjá í gegnum meitlun, þá var þetta svolítið skemmtilega uppsett en svolítið áberandi. Því að það er svo mikilvægt að líðurinn að hún sé haldið blektum. Líðurinn á aldrei að fatta það að stjórnarskráin gengur líka út á það að halda líðinu blektum. Já. Og þarf að vera flókin fyrir líðin. Já, sko, hún raun ekki flókin, sko, en ef þú lest, veist, þjóðin þetta og þjóðin hitt og þú heldur að þú sért þjóðin, þá myndir náttúrulega ekki skilja neitt í neinu, sko. Og svo skilur ekki að þegar þú búin að greiða atkvæði, ég var að greiða atkvæði það að þjóðin ætti auðlindir landsins. Já, en þú ert ekki þjóðin. Já, svona virkar þetta. Já. Þetta kalla ég bara ólæsi. Það er þegar fólk getur ekki skilja orðið sem það les. Já, og þetta lærir á Frelsi TV, hvernig þetta snýr, hvernig það er pottin búið. Og allir lýsaði yfir að ég bara hálfviti, sko. En svo laði þetta, sko, ég sé meitlun hjá mér sjálfum og ég sé meitlun hjá þér. Við erum alltaf að meitla eitthvað, sko, en það er líka, það er líka ákveðið hlutverk. Já, ég sé reyndar ekki að ég sé að meitla því að ég mjög að hvetja fólk til þess að mynda sér sínar eigin skoðanir, sko, og ég mjög opinn. Meitlunin felst í því að þú þarft að hamra á því. Manstu, við tölum það daginn, við þurfum að segja hlutina svo oft. Já, það er náttúrulega bara til þess að koma hlutunum til skila með einhverjum hætti, sko. Já, það er nefnilega hluti að meitla. En það er náttúrulega ekki að meitla fyrir þá. Við erum að reyna að meitla líðin út úr þessu sem blekkingu sínu. Já, mér finnst nú hæpið að tala það sem meitlun, sko. Já, að hamra líðin. Í því samhengi, sko, en hins vegar þarf ég rosalega mikið að tala sama hlutin aftur og aftur, því að fólk bara næris ekki, eða eitthvað nennir ekki að setja sig inn í þetta eða bara með overdose af flúor eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Já, ok, meitlunni felst í því að þú ætlast til þess að það er einhver sem ná þessu. Ekki endilega, ég ætlast líka til þess að fólk komið á með mótrök, sko. Já, að fólk segi, nei, þetta er ekki rétt hjá þér. Ég nefnilega lendi svolítið vandræði með það að ég að fá allt og lítið á mótrökum. Já. Mér finnst það óþægilegt. En sko, þeir sem að meitla, þeir sækjast ekki eftir mótrökum. Þess vegna hefur til dæmis þeir sem að ég hef boðið í viðtöl hérna af stjórnmálamönnum, þeir vilja náttúrulega ekki koma, því þeir vilja, ég hef aldrei neitað viðtali við neitt, sko. Já. Þannig að það er mjög hæpið að kalla þetta meitlun hjá mér, sko. Já, þegar þú hamrar á því, þá ertu nú svolítið að meitla það. Þegar að hamra á hverju, nákvæmlega. Sama hlutnum aftur og aftur. Já, eins og hvað? Nefndu dæmi. Já, við erum búin að vera að tala ansi oft sama hlutin í gegnum tíðina. Það er 2,5 ár síðan að ég uppgötaði þig. Já, þú veist að ef ég tala oft mafíu og mafíu starfsemi valdstjórnarinnar, þá sé ég að meitla. Það meikar ekkert senn, sko, ekki þessu... Nei, ég ekkert að segja það... Ekki þessu samhengi sem við notum meitlun, sko. Nei, en takk þetta, það er samt meitlun. Þú þarft að hamra á hlutunum. Þú sért ekki með meitilin í höndunum, sko, þá þarftu samt að meitla til.
Já, þetta svona bara svolítið bullíska í mín eyru. Þetta meikar ekkert sens. Við þurfum að sjá þetta svona. Nei, þetta bara bullíska. Ég meina, þessi rök standast ekki einu sinni. Ef að ég tala sama hlutin aftur og aftur, það þýðir ekki þessi meitlun. Meitlun það þegar ég vill ekki að hinn aðilinn, og þetta eins og óköld, það til óköld sem sko til að hylja sannleikann fyrir fólki, það getur gert í góðum tilgangi og slæmum tilgangi sko. Já, en ég eitthvað að tala að þú sért að meitla í slæmum tilgangi? Já, eins og við höfum notað orðið meitlun, þá það slæm, við höfum aldrei notað orðið meitlun í jákvæðri merkingu sko. Óköld hefur þess að tvöfaldamerkingu, meitlun hefur bara eina merkingu sko. Þú bara búin að ákvæða það að meitlun sé bara neikvæð. En þetta bara bæli því getur verið að meitlunin sé jákvæð. Já, það náttúrulega, þú getur notað meitil til þess að brjóta handjárna fólki, hlekki þá þegar þrælarnir voru frelsaðir, þá var meitill notað til þess að brjóta þeim hlekkina, en þarna ertu bara að rugla orðum ekki fyrir neinn ástæðu, sko. Já, ok. Að sko, það kannski það sem að mér hefur tekist, að það að vera mjög nákvæmur orðum og merkingum orða, og ég mjög harður, þú veist heyrt stundur rimmunar við harmagetunar og útvarp sögu áður, þegar ég að hamra á þeim með orðanótkun sko. Af því ef þú fattar ekki merkingu orða, þá ertu bara ferðu með vindinum eins og laufblað sko. Ég vinn nú með meitil í höndunum sko. Já. Þannig ég veit alveg hvað orðið meitill sko. Það þýðir samt ekki að þú sért meitlari eins og við notum það sko. Nei, þá ertu líka sko, eins og við notum það, ég, þú og Guðjón og fleiri, sem búin að fatta orðið meitlun. En ég að segja, við getum samt meitlað á svo marga vegu. Já, en þannig þetta að fara með orðið bara út í merkingarleysu sko. Að sko, við notum orðið meitlun sem heilaþvott í þjóðfélagslegum tilgangi sko, þjóðfélagsverkfræðilegum tilgangi sko. Þá förum við bara aftur inn í það að þú heldur það að þú sért hluti af þjóðinni en ert bara líður, skrifar undir stjórnarskrá sem að verndar þjóðina en ert bara líður. Ég að segja þér, þetta allt leikur með orðum. Já, ég náttúrulega ekki hluti af þjóðinni, ég átta mig á því. Nei, þú veist hvað ég meina. Því miður. Svona línu stjórnað af líðstjórum sem náttúrulega tilheyra línum. Já, hins vegar spurning hvort að maður eigi hvort að sko já, þetta náttúrulega bara, þetta líka bara að vinna í prósess sko, ég svo sem hef ekkert öll svörin hvað maður á að gera, en það alveg ljóst að ég í þeirri stöðu að vera nærði að vera líður heldur en að vera þjóð sko. Ja, ert þú ekki það sem að við myndum kalla fyrir óþjóðalíð? Það annað orð sem ekkert einu svona orð sko, í mínum huga. Já, hvaða þjóð tilheyrir þú? Já, sko, þú vera svo varkár í orðanotkun. Orðið óþjóðalíður þýðir ekkert, sko, nema bara ekki pirringur. Nei, það þýðir ekkert. Það líður sem að tilheyrir engri þjóð. Já, það líðurinn. Nei, það líka til líður sem tilheyrir þjóð. Það líðurinn sem að í vinna einhver stað. Jú. Það nefnilega málið, sko. Nú bara komin í vitleysum með þetta, sko. Flóttamenn. Hvaða þjóð tilheyrir flóttamenn? Þegar koma flóttamenn til Íslands eða Noregs eða Svíþjóðar? Já, sko, þú ert að átta þig á því að þetta líka í manns sjálfsvalds sett, sko. Sko, stjórnvöld á Íslandi, eða valdstjórnun á Íslandi, hún flokkar mig sem líð. Mér líka. Það ekkert þar með sagt að ég samþykki það. Ég hef marglýst því yfir að ég víkingur, að í æðum mínum rennur víkingablóð og að Ísland land víkinga. Og
í sjálfu sér breytir engu fyrir mig hvað valdstjórnar mafían á Íslandi kalla mig eða hvað hún kallar sig. Það breytir engu fyrir mig að því að ég víkingur Íslands og Ísland eign mín og allt sem að tilheyrir Íslandi ásamt öðrum víkingum Íslands. Þannig bara það. Þjóðverjar notuðu rosalega mikið orðið nation. Þetta er allt saman bara hugtök. Ég meina það bara þetta er hugtök. Ef ég spyr þig, hvaða þjóð tilheyrir þú? Tilheyrir þú íslensku þjóðinni eða tilheyrir sænsku þjóðinni? Ég var endaði að segja það. Ja, hvaða þjóð tilheyrir þú? Ég var að segja það. Þú getur líka sagt, sko, ég tilheyri engri þjóð. Ég bara Íslendingur og Ísland landið mitt. Ég var að segja þér bara í síðustu setningu hver ég sko. Já, hver ertu? Ég var að segja það. Já, en hverjum tilheyrir þú? Akkur þarf ég að tilheyra einhverjum? Já, þeir líta svo á að þú tilheyrir. Já, mér bara skýt saman hvað þeir líta á. Það kemur mér ekkert við. Sjáðu hvað munar miklu að fatta þetta. Ég þarf bara að vita hver ég Já, en sjáðu hvað munar miklu fyrir okkur sem allir eru að segja, ég þessi spull og hann tilheyrir engri þjóð og hann réttræp og hvað sem til hann segir, hann bara þræll og svona. Já. Ég veit fyrir hvað ég stend. Já, fyrir hvað stendur þú? Ég stend fyrir því að náttúrulega vera ég algjörlega frjáls einstaklingur. Ég tilheyri engum. En ég samt þræll þjóðarinnar hérna. Já, það náttúrulega tvennt ólíkt að gera samning eða vera þræll, sko. Já, ég gerði enga samning. En ég keypti húsið þá. Já, ég alltaf tapa þér í skilgreiningunum, sko. Ég þú veist, þegar það er komið sko 2 og 3, 4 orði við sama hugtaki þá bara slöknar á heila selunum í mér, sko. Ég andlega tilheyri engum. Þetta er eins og andlega ég bara frjáls. Já, ég meina Charles Manson segir það sama. Já, andlega ég frjáls. Sama segir Charles Manson. En myndir þú segja að Charles Manson sé frjáls? Já, býtu við, það nú líka sæja upp í gangi núna sem heitir andlegt ofbeldi. Hverja geta þið tekið niður núna í dag? Hvern sem vegna þess að hann geðbilaður? Þið þurfa líka að geta ráðist á fólk út á andlegu ofbeldi. Eða beitt fólk andlegu ofbeldi. Já, það taktikinn sem ég var að lýsa áðan, sem það fullt af fólki í Palestínu til þess að læra þjóðfélagsverkfræðinni hvernig þetta framkvæmt þar að eyðileggja þjóð og taka af henni landið. Þeir eru búið að taka allt af þér. Þeir eru alveg orðin bara gjörsamlega eignarlaus, áttu ekki neitt. Já. Já, þá andlegt ofbeldi bara eftir. Það ekkert eftir. Hvað andlegt ofbeldi? Hvað heimilisofbeldi? Hvað kynferðisofbeldi? Það allt ofbeldi. Já, þú gerir alla hluti svo ruglingslega, sko. Ofbeldi bara ofbeldi. Já, ég veit að það tekur þér svona 30-35 daga að fatta þetta. Já, það getur vel verið, það oft þannig líka. En sko, þú veist, þetta sem starffræði, sko. Þegar ég var 16 ára, þá tók ég sko verkefni að reikna út ef að svona lítill hringur og stór hringur og litli fer 1 hring, hvað fer hinn, skilur við, eða þessi fer 1 hring, hvað fer þessi marga hringi? Já, umorðið. Já, það tók mig 6 blaðsíður að einfalda þetta niður í 3 liðu, sko. Að sko, þú ert ennþá bara blaðsíðu 2, sko. Að þú þarft að taka þetta alveg niður í 3 liðu sem alveg, það ekki, sko, þegar þú ert komin niður í 3 liðu, þá getur ekki einfaldað starffræðiformúluna meira. Áttu við að ég sé á blaðsíðu 2 meðan þú ert á blaðsíðu 7? Ég að tala það að þegar þú talar hugtök og skýrgreiningar, þá ertu ekki komin niður í 3 liðuna. Þú ert ennþá með of margar breytur í jöfnunni. Sko, þegar þú ert í starffræði og ert í starffræði greiningu að þá sko
þú kemst náttúrulega ekki alltaf í þríliðu, en ef það möguleiki að einfalda jöfnuna, þá ertu ekki búinn, sko. Þú ert ekki búinn fyrir að það engin leið að einfalda jöfnuna meira og þú endar í þríliðu, sko. Og sama með þessu hugtök, sko, á meðan að það verið að tala einn ákveðin hlut og það eitthvað svona 3, 4, 5 hugtök þennan hlut, eins og ofbeldi. Ofbeldi bara ofbeldi, sko. Það ekki kynferðisofbeldi og þetta ofbeldi og hitt ofbeldi og það ekki margir liðir ofbeldi. Í þessu samhengi, sko, þetta eins og að fara að tala stríð. Já, ok. Tölum stríð eða hernað. Nei, stoppa þess. Þú ert að taka af mér möguleikann að ég geti talað þessa hluti við þig. Nei, jú, absolutt ekki. Þú ert akkurat að taka það af mér núna. Nei. Ef ég ætla að ræða við þig ofbeldið, þá þarf ég ekki að segja neitt meira, af því ég á bara við ofbeldið. Leið mér að klára það sem ég var að segja. Til þess að þú getur fattað hvaða ofbeldi verið að beita þig. Maðurinn að berja þig með kylfu, eða hann að stinga þig með hníf, eða hann að hella heitu vatni yfir þig? Ég þarf að skilgreina hvað meðferð þú færð sem þræll. Ef að þú handlar sprítuð þræl, þá getur hann ekki týnt eplin og appelsínunar á agrunum. Ekki rétt hjá mér? Þú ert ekki einu svona á sama spjallfræði og ég, sko. Það heitir líkamlegt ofbeldi. Sjáðu til, það sem ég ætla að klára að segja þér. Þegar ég er að tala hernaðarátök til dæmis, þá ég að lýsa öflunum sem að takast á og þeim hagsmunum sem í gangi og hergagna flutningana og hvernig hlutirnir að gerast. Ég ekki að tala sjáðu, hann var að nota vélbyssu þarna til þess að drepa þennan og sjáðu, þessi þarna, hann var að nota skriðdreka til þess að sprengja þarna og þessi var að nota svona, þá að tala taktíkir, alls konar taktíkir og það sem ég að gagnrýna hjá þér, að þú ert að tala, ég sjáðu, hann með byssu hérna og þessi með hérna skriðdreka og þarna kemur loftárás, það bara allt önnur umræða, skilur, sem bara sem að fer bara eiginlega bara rengi fyrst mér. Nei, sko, það sem að þú fattar ekki orðum þínu núna, það eiginlega hafnið þegiðu. Nei. Jú, þetta of flókið hjá þér. Það þannig sem þú skilur það. Ég að segja við þig. Þú ert að segja, sko, að þetta sé of flókið hjá mér. Ég að segja við þig. Og ég ekki að segja hlutina svona. Ég að segja við þig, þú ert ekki komin niður í þríliðu með þessar röksemdafærslu. Af hverju ætlastu til þess að ég farið þangað? Af hverju viltu að ég farið þangað? Þetta beita með ofbeldi til þess að ég farið í þríliðu. Í tvíliðu. Þú tala bara eins og kjáni núna. Nei, ég að reyna að fatta, þú verður aðtöða það, ég alveg frjáls einstaklingur. Þú kannt stærðfræðið, ekki? Já, ágætur stærðfræði. Já, og þú veist munurinn á 6-liðu og 3-liðu. Sko, ég veit pí. Já, það allt annað umræða. Já, byrju, hver munurinn á ofbeldi og ofbeldi? Stærðfræði bara stærðfræði. Já, en sko, þá þurfum við bara... Það var skilgjörðu stærðfræði núna. Sko, ég almennt séð, ég sé í raun ekki tilganginn þegar maður að ræða þessa hluti og þjóðfélagsverkfræði og stóru myndina í því sem í gangi, að fara að ræða einhverja eina tegund af ofbeldi, andlegt ofbeldi, já, tölum það, þú veist. Prófaðu að spyrja mig, af hverju viltu skilgreina í staðið fyrir að segja, heyrðu Hafni, þú ert of flókin? Af hverju spyrðu þú ekki réttu spurningan? Af hverju viltu skilgreina ofbeldi? Ég að benda þér bara vingjandlega á það að eins og starffræði kennari að þegar maður að lýsa stríði og að tala sko byssan þetta og byssan hitt og það bara í stríði alls konar ofbeldi til þess að drepa annað fólk og það skiptir raun ekkert alveg máli sem að tala ástandið á Gaza skiptir einhverju máli hvort það verður að sprengja börnin heima hjá sér eða skjóta þau út á götu niðurstaðan svo sama og þegar að vera að tala ofbeldi af hendi valdstjórnarinnar þá það sko, þú þarft að tala, þú getur ekki fara að tala að sjá hérna svona andlegt ofbeldi og hérna ekki eða þú ert að tala stóru myndina og þá þurfum við eiginlega til þess að vera á sömu blaðsíðu, annarkvort að vera að tala dítelað ofbeldi sem þá þessi tegund ofbeldi eða við erum að tala stóru myndina. Það var erfitt að tala á sama tíma bæði litlu myndina og stóru myndina. Þetta var hana fyrir mig. Þú ert bara meitlaður til þess að segja þetta svona og sjá þetta svona.
Þú kemst ekkert upp úr þessu spori. Sko orðið ofbeldi bara eitt og sér hannað af verkfræðingunum sjálfum til þess að blekkja þig. Orðið ofbeldi tilheyrir ekki okkur líðnum. Þegar að líð nauðgað, þá líð nauðgað. Þetta bara einfaldlega rögleysa, sko. Nei, þetta bara akkurat það sem ég reyna að benda. Nei. Segðu mér þá, hver orðið ofbeldi, hvernig nýtir valdstjórnin sér orðið ofbeldi til vondra verka? Farðu bara að googlaðu öll ofbeldin. Nei, nú ertu... Að ég fara að ná í þau? Þú varst að tala það að elitan hefði búið til orðið ofbeldi til þjóðfélagsverkfræði. Orðið ofbeldi notað í þjóðfélagsverkfræðinni til að blekkja þig. Ef þú nauðgar líf, þá ertu að beita ofbeldi. Það bara tæknilegt orð yfir hvað þú varst að gera. En hvernig sér þú nauðgun á líf fyrir þér? Nauðgun getur verið bara að taka á honum heimilið. Þá ertu að nauðga heimilinu hans. Það getur verið kynferðisleg nauðgun. Þú getur ráðist á huga hans og nauðga honum andlega. En þú mátt ekki nota þetta orð því að þetta einfaldar svo rosalega hlutina, því að þá kemur bara inn kynferðisofbeldi eða andlegt ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi og það blekkir okkur. Ertu til dæmis að segja það að bankaræninginni sem að valdstjórnin píndi til þess að ræna bankanum þarna jólin, að þeir hafa verið að beita gjaldkerna kynferðislegu ofbeldi? Hvernig var komið fram með það? Ég veit það ekki. Ógnuðu þeim með byssu? Ef að valdstjórnin öll á kafi kynferðisofbeldi, var það á kynferðisofbeldi? Valdstjórnin á kafi kynferðisofbeldi. Þarna í Landsbankanum? En fólk fattar ekki, nei, býtu við, þessna vil ég skilgreina. Þegar hann rænir bankann, þá beitir hann gjaldkera ofbeldi til þess að gjaldkera rétt honum pening. Ekki rétt? Já. Ef hann beitir hann ekki ofbeldi, þá þarf gjaldkerin ekki að gera neitt. Þá þarf hann ekki að rétt honum peninga. Ekki rétt? Þetta stendst ekki einu svona röksemdafærslar 101, sko. Það verður að vera eitthvað glóra í, í fyrri hluta við erum að tala eitthvað ákveðin hlut og það náttúrulega ofbeldi að ráðast inn í banka og ræna peninga, það ákveðin tegund af ofbeldi. Hvernig myndirðu skilgreina og þá finnst mér svona eins og þú fer að þegar ég reyna að koma með þann punkt, þá segir þú bara, já, það svona kynferðislega ofbeldi eða andlegt ofbeldi og það þú bara fer svona einhvern alveg bara allt aðra bók, sko. Þið nær bankaræningin fram vilja sínum? Með ofbeldi, náttúrulega. Já. Hvaða ofbeldi beitti hann til þess? Sálræn ofbeldi? Af hverju má ekki skilgreina það til þess að fatta hvernig þetta gert? Já, ok. Þarna var fram í bankarán og það var beitt sálrænu ofbeldi. Já. Tók hann upp hníf eða rétt hann bara með það? Er það að taka upp hníf sálrænu ofbeldi? Skilur ekki mig? Nei, að taka upp hníf, það sálrænu ofbeldi þá? Já, hvernig myndur líta á það að maður sem ógnaði með hníf, hversum ofbeldi það? Er það sálrænu ofbeldi þá? Já, meðan hann hefur ekki beitt í ofbeldi. Hann þvinga fram vilja sínum með ógnaði. Já, fyrir mér... En hann hefur ekki stungið þig, hann hefur ekkert meitt þig. Hann hefur gert þér hræddan. Já, þetta... Ég kann ekki þessa pælingu, Ég skil ekki svona röksemdafærslar, Ég hef nú alltaf verið talin óskiljanlegur, Já. Þetta þetta já, fyrir mér skýrasta myndin sem sagt, þegar maður að tala stríð, þá getur maður, þú getur ekki verið að tala rosalega háaði þetta. Já, strákurinn orðinn svo pirraður af því að aga á ekki að vera í tölvun á þess tíma. Já, en já, það hins vegar þjóðfélagsverkfræði
að fólk á óbúslega erfitt með erfitt með sko orðanotkun og að átta sig á sko hérna ég lendi í þessu á spjallþráðunum sko eins og þegar ég segja að vírusar eru blekking sko þá sagti mig já þessi er veikur þessi er vírusveikur sko hvað meinar þú þá með að vírusar séu blekking sko af hverju heldur þú að ég sé að tala tóma steypu þegar að þú skilur ekki annað fólk og þegar annað fólk skilur þig ekki? Ég ekki að segja að þú ert að tala tóma steypu, ég að segja það að það sem þú ert að segja ok, sjáðu til, af hverju virður þú það ekki bara og tekur mig bara eins og hvern annan? Þá ég bara að eyða tíma mínu sko, því ef ég get ekki rökrætt á... Jú, ég er að meina það, þú verður aðtöða það, ég er einn sjálfstæður og frjáls. Já, ef að þér finnst 2 + 2 vera bleikt, þá það frábært hjá þér, skilur við. Já. Ég get í sjálfum sér ekkert bætt við það hjá þér, sko. Nei, ég spyrir þig Ég hins vegar ekki sammálaði, sko. Af því ég að þeirra skoðum að 2 + 2 séu 4. Sko. Já, sko, málið það að ég vil geta skilgreint stundum það sem ég að tala til þess að fá fólk til þess að átta sig, því að það eru svo margir sem að fatta mig ekki. Þú ert að segja við mig að 2 + 2 séu bleikt oft á tíðum og þá segir þú ert að segja það að ég sé svoleiðis, að þú sjáir mig svoleiðis fyrir þér. Að ég sé einn af þeim sem að sé 2 + 2 eru bleikt. Þegar ég að tala hjá mér 2 + 2 4. Þegar ég að tala valdbeitingu valdstjórnunar og ofbeldi sem hún að beita landsmenn, að þá ferð þú eitthvað sem bara, já það bara svona kynferðislega ofbeldi og nauðganir, bara, Nei, þú ert algjörlega... Þú búin að gera það 2-3 í kvöld? Nei. Ég hlustaði bara aftur á þáttinn. Nei, ég ætla bara ekki að hlusta á hana þátt aftur, svo leiðilegur. Nei, ég skal segja þér svolítið, þegar ég nefni orðið kynferðisofbeldi, þá gerist einhvað í hausnum hjá einhverjum öðrum. Það lítur á það að það sé komin einhver brenglun í gang. Ástæðan yfir að ég vil skilgreina ofbeldið, hvort sem að það andlegt, líkamlegt eða eitthvað annað ofbeldi, til þess að fólk geti skilið út af hvað þessi ofbeldi ganga. Veistu að börn eru beitt kynferðislegu ofbeldi á Íslandi? En skilur hvað ég á við með? Já, ég veit að börn eru beitt kynferðislegu ofbeldi á Íslandi. Já. Ef að við erum að tala saman og ég segi svona við, já, börn eru beitt kynferðislegu ofbeldi, þá væri ágætt að spyrja, já, hvað er þeim nauðgað? Nei, ég ætla ekki að fara í þá lest með þér, því að við erum ekkert að ræða það. Nei, einmitt, ok. Þarna er ég bara búinn að skilgreina orðið kynferðisofbeldi. Við förum í andlegt ofbeldi þá. Eru börn beitt andlegu ofbeldi á Íslandi? Ég reikna með því, já. Hvað myndir þú segja þegar þú eru sett í skóla og hamrað einhver inn í hausuna? Ég hef lýst því margoft yfir að skólar eru pyntingastofnanir og eins og fangelsi, þú finnur ekki meira ofbeldisstofnun en það, já, þannig að þar er markvisst og kerfisbundið ofbeldi. Myndir ekki segja að það væri svona frekar vera að ráðast á huga þeirra heldur en líkama? Það ekki mikið það að kennara sig að berja börnin. Ég reikna með því að það sé meira andlegt ofbeldi og veru ofbeldi, þú tvingast að vera á ákveðnum stað, jú, það er rétt hjá þér. Ok, þetta leyfi okkur að skilgreina til þess að geta rætt síðan þetta, hvernig fara þeir að þessu? Þetta erum við búin að skilgreina þessi 2 ofbeldi. Förum í heimilisofbeldi, er heimilin á Íslandi beitt ofbeldi? Mörg þeirra, já. Ekki öll. Ekki heimili þjóðarinnar, þau eru ekki beitt með einu ofbeldi. Heimili Lýðs eru beitt ofbeldi. En veistu hvað lýðstjórnarnir kalla þetta ofbeldi? Já, segðu mér. Þeir kalla það fyrir heimilisofbeldi. Þeirra eigin aðgerðir gegnum heimilum Lýðs kalla þeir sjálfir fyrir heimilisofbeldi. Í því felst triksið. Heimilisofbeldið er í boði lýðstjóra. Kynferðisofbeldið er í boði lýðstjóra. Andlega ofbeldi er í boði lýðstjóra. En þá ertu að segja að ofbeldið sem að krakkar verða fyrir í skólum
og andlega ofbeldi sem að felst í því að vera píndur til þess að vera í sama húsi að það tengist heimilisofbeldi. Nei, þetta ert þú algjörlega miskilja hvað ég á við með heimilisofbeldi. Já, en sko... Af hverju verið að taka heimilin af líðnum og hvernig náðir heimilunum af líðnum? Með heimilisofbeldi? Já, en sko, eins og ég var að segja við áðan, ég á óbúslega erfitt með að ræða 10 hluti í einu, sko. Annarkvort erum við að tala skóla og skólaofbeldi. Ok, tölum þá bara skólaofbeldi. Sleppum heimilisofbeldinu og kynferðisofbeldinu. Tölum bara skólaofbeldi. En við skulum þá sleppa andlega ofbeldinu. Við skulum bara tala skólaofbeldi. Já. Nei, þú varst að skilgreina skólaofbeldið, andlega ofbeldið, en ég fór aftur á móti bara beint í það. Ofbeldið sem að börnum beitt í skólakerfi íslensku þjóðarinnar, það andlegt ofbeldi? En Hafni, svona til þess að vera alveg hreinskilinn, þá þetta engar samræði, þetta bara svona rifrildi, sko. Þetta engar svona heimspekilega pælingar eða neitt spjall, þetta bara rifrildi, sko. Já, það þetta sem ég að reyna að benda og það rosalega fáir sem að fatta það að við erum beitt svo ofboðslega miklu ofbeldi. Við líðurinn í landinum eru beitt svo miklu ofbeldi. Já, það hef ég sagt 150.000. En hvar erum við beitt ofbeldi? Í skólakerfinu? Já. Ég má ekki kalla það andlegt ofbeldi en þú vilt kalla það fyrir skólaofbeldi. Nei, nú ertu bara að rífast. Nei, ég er að benda á af hverju ég er að skilgreina ofbeldi. Já, þú verður að hringja einhvern annan til þess að rífast. Ég hef engan áhuga á því. Ég hef áhuga á heimspekilegum umræðum og pæla í þessum hlutum sem eru í gangi og þú veist og þegar verið ég er að tala eins og þetta, ofbeldi í skólum eitthvað svona, það bara, já, þetta bara nauðganir og kynferðisofbeldi, það bara... Af hverju situr þú svona fastur í nauðganir og kynferðisofbeldi? Þetta orð eitthvað... Ég var að segja það sem þú varst að segja. Ég var að hafa eftir þér. Ég var að segja hvað þú... Ég er að tala við verðum að skilgreina ofbeldi til að geta að tala það. En af hverju þetta ringi mig til þess að rífast? Ég fatta það bara ekki. Það fyrir ekki að afsaka ónaði. Já, ég meina, það bara alveg óþarfi, sko. Ég var ekki að hringi þig til þess að rífast, en aftur á móti áttaði mig á því að þú leyfir mér ekki að skilgreina til dæmis ofbeldi. Ég leyfi þér að skilgreina bara allt sem þið sýnist, en ég hef kannski skoðanir á því, eða ekki? Já, en af hverju má ég ekki tala andlegt ofbeldi? Við erum bannaðir að gera nokkuð skapað, það engin bannaðir að gera eitt eða neitt, svo bara með, sko, dylgjur sem eru bara algjörlega út í lofti. Það engin bannaðir að gera neitt. Ég verið bara einfallega bendið þér á það að því að þú varst ekki sáttur við mín svör, ég var að benda þér á það, ég var óbúslega erfitt með að rökra það þegar ég upplefa umræðina bara 2 + 2 eru bleikt, ég hef enga forsendur og við erum að tala einhverja ofbeldistaktik sem að valdstjórnir er að beita og það bara, já, bara nauðganir, það bara eitthvað allt annað, sko, sem tengist bara ekkert því sem við vorum að tala á þeirri stundu. Það bara rugl, sko. Þetta getur hugsanlega verið að þú hafi bara ekki kannski áhuga á að hlusta á þessa hlið hjá mér. Það ekkert mál fyrir mig, ég sleppi ég bara að tala hlusta á hvaða hlið? Ég talaði allar hliðar. Ég var með þess að lýsa því þannig með nauðgun og lýsa því hvernig það væri allt öðruvísi ef að nauðgarinn sagði við konun og barnum að hann ætlaði að bjóða henni heim í kaffi eða hvort hann segði við konuna ég ætla að bjóða þér heim og ég ætla að nauðga þér. Ég var bara að tala það sem svona Af hverju þetta skilgreina ofbeldi? Nauðgun ofbeldi? Já, ég hef sagt það 7.000 sinnum. Já. En þú leyfir þér að skilgreina það, en ég má það ekki. Hver hefur bannað þér að skilgreina? Ég er ekki að tala það. Þú ert ekki einu svona að hlusta á mig. Ég er að tala það að þú verður að halda þér í sömu setningunni, í sömu umræðinni innan þeirrar lógíku eða þeim fasa sem við erum að ræða þá. Það svo viðkvæmt að tala nauðgun, þannig að við skulum tala skólakerfið. Af hverju það viðkvæmt? Ég heyri það bara á þér. Fyrir mér? Já. Að það sé viðkvæmt fyrir mig að ræða nauðgun? Við getum bara að tala nauðgun í allt kvöld ef þú vil. Nei, ég held ekki. Þú ert bara að gera mér upp skoðanir og tilfinningar. Já, þú vilt ekki skilgreina ofbeldið, en þú vilt samt nota orðið nauðgun. Ég sé það ekkert sem ef að ríkislögreglustjóri í umboði eða valdstjórnin er að rífa niður varnarveggi heimilisins. Ég sé það ekkert sem neina nauðgun.
Nei, sérðu það sem Það sem glæpi gegn mannkyni, sko. Sérðu það fyrir þér sem að það sé hugsanlega allt sem að er skrifað í fjölmiðlunum sem að ber orðið heimilisofbeldi, heldur að þú að sæopið á bakvið orðið heimilisofbeldi í fjölmiðlunum sé það ofbeldi þegar að valdstjórnin er að ráðast á heimilin og friðhelgi heimilana. Sérðu þetta? Sérðu blekkingunum fjölmiðlunum og blekkingin og sæopið heitir heimilisofbeldi. Íslensk heimili eru beitt ofbeldi. Já, þetta það sem valdstjórnir gera alltaf og hafa alltaf gert. Á meðan þeir voru að myrða þjóðverja í tugmilljóna vís, að þá voru þeir að væla yfir því að það væri verið að útrýma bankamönnum eða einhverjum gyðingum. Þetta alltaf gert svona og hefur alltaf verið gert svona. Á sama tíma og þeir að rífa niður alla varnarveggi heimilisins, að ég meira þess að sagt þetta í beinni út, eða ég sagt þetta á þáttunum mínum. Þeir að tala að þeir ætla að fara að hjálpa einhverju heimilisofbeldi og þeir ætla að gera það með því að beita heimilisofbeldi. Ég hef margoft sagt þetta, ég hef sagt þetta í sambandi við hana Kassi til dæmis og ég hef margoft lýst þessu yfir. Það sérðu hvað miklu auðveldara fyrir það að tala þetta heldur en kynferðisofbeldi? Ha? Það því að þú ert ekki búin að fatta kynferðisofbeldi. Er það eitthvað léttara fyrir mig? Þú ert að flækja þessu nefnilega svolítið saman. Heimilisofbeldi það ofbeldi sem er framkvæmt á heimilum og sem að það valdstjórnin eða karl og kona sem að rífast. En hvað kynferðisofbeldið? Ég bara skil ekki hvað þetta fara einu sinni. Ef að skoða aðeins árið 2012 þegar 700 nauðganir eru skráðar, enginn var kærður fyrir það. 700 nauðganir. Myndirðu kalla það, getur hugsast að börnum lýs sé beitt kynferðisofbeldi? Nú ertu bara að tala einn afmarkaðan atburð sem eru þessar nauðganir. Ég er að tala 700 börn. Já. Ég er að tala 700 stelpur sem voru nauðgað árið 2012. Sko, ef einhver fastur í þessari pælingu, þá það þú. Ég er að segja, pældi því, 700 aðilar eru misnotaðir og aldrei mátti undir neinum kringumstæðum taka gerandann, kæra gerandann, stöðva gerandann, þessi menn ganga ennþá lausir. Og hafa leyfi til þess að nauðga börnum lýs. Þessar 700 nauðganir, hvaðan hefur þær upplýsingar að það hafa átt sér stað 700 nauðganir? Það var nú bara einhvern tímann bara skrifað það frá barnaverndarstofu einhvers staðar. Einmitt. Að skráðar nauðganir hafi verið svona margar, þetta margar voru kærðar, svona margar fóru í rannsóknir og svo þegar ég skoðaði hversu margir voru kærðir fyrir kynferðisbrot árið 2012, engin. Já, ég held að þessar tölur séu miklu meira sæjópeldur en nokkuð annað. Það farið að skýrgreina nauðgun bara ef þú lappar út á götu og þú rekur hendin í eitthvað, þá það bara nauðgun, sko. Hvernig verður það út? Það skýrgreint þannig í dag. Það þessar tölur frá þessum aðilum að trúa orðaði sem þeir segja. Það bara út í Hróa Húnfjörð, það alveg vitað. Og eins og bara það hámarkið að því var nú hérna í Köln. Sem sagt, þú trúir því ekki að það hafa átt sér stað 700 nauðganir árið 2012? Það sagði ég aldrei. Á hverju heldur þú að þessi tala væri sæjó? Hvað sagði ég? Þú sagðir að þessi tala væri sæjó. Ég sagði, sko, ég get náttúrulega ekki tala við og þú heyrir ekki orðaði sem ég segi, sko. Það segði það bara aftur. Ég sagði að það væri miklu líklara í mínum huga að þessar tölur væri sæjóp af því hvaðan þær koma. Og það engin önnur heimild fyrir þessu heldur en bara valdstjórnin sjálf. Já, við þurfum að draga allt í efa sem kemur þaðan. Nákvæmlega. Og það það sem ég var að gera. Það getur vel verið að það hafi verið sko 17.000 eða 7 milljónir, ég veit ekkert það. En ég bara, sko, einmitt þarna í þessu samhengi, þá ert þú bara fastur í þessar 700 stelpur sem búið að nauðga og enginn að gera neitt og það verður bara, og menn að labba lausir og bara, þú gengur beint í gildruna. Eins og til dæmis í Köln áramótin, það var bara 1000 flóttamenn að verða að leita 1000 flóttamenn sem átt að fara að handtaka. Svo var sagt núna fyrir einni viku, já, þetta voru nú víst bara 2 sennilega.
þú bara hoppar beint inn í sæhoppið, sko. Það veit enginn hvort að þetta eru réttartölur eða skýrgreiningar á því eða neitt. Það er alltaf verið að reyna að magna og þú sér það bara, ég hef bent á það oft, alltaf þegar koma kosningar eða eitthvað, þá allir barnaperrarnir handteknir. Þannig að 3 vikum fyrir kosningar, heldur að sé tilviljun. Það er alltaf gert. Og nauðgun notuð í sko, það alveg, og þú sér það líka bara þegar það að fara að hreyfa eitthvað lög eða eitthvað þarf að gerast, þegar það að hilma yfir eitthvað eins og borgunarmálið, þá eru dregnar upp eitthvað svona tölu, 700 nauðganir og enginn handtekinn og ekki neitt. Ef ég segði þér, ég inn á síðu, lokaðri síðu, það sem eru bara stelpur sem hafa verið nauðgaðar og aldrei í neinum tilvikum hafa náð fram að nauðgarinn sé kærður. Nauðgarinn gengur ennþá laus. Einmitt. Ef ég segði þér, ég væri einu svona síðu. Veistu hvað eru margir inn á síðunni? Þetta bara umræða sem ég hef ekki einu sinni áhuga á, sko. Nei, þú hefur ekki áhuga. Þetta er ekkert slúður. Einhverja síður, já, ég hef nú bara séð svona hluti sjálfur. Ég hef bara séð hvernig fólk getur hagað sér. Til dæmis ef einhver skilur og ég hef náttúrulega verið í þessum kristnu kirkjum á Íslandi og þegar einhver skilnaðar eru þar, þá nú bara gaurar sem ég þekkti í mörg ár eru öndvegismenn, daginn sem skilja við kellinguna, það var bara allar kellingar með á hreinu og þessi maður bara versti glæpamaður ever, sko. Trúir þú ekki? Ég kaupi ekki svona einhverja lokaðar væli slúður síður, sko. Ef fólk nauðgað, þá á það að kæra það. Og þá ganga með það þá leið. Það er ekki hægt. Líður getur ekki kært nauðgun. Nei. Þá þarf að breyta því. Já. Og það gert með að velta sér bara einhverju nauðguna, mér var nauðgað, ég með vírus, ég er svo bátt. Það þessar helvítis tómu tölur sem ég Rosalegur kján ertu. Rosalegur kján ertu. Já, það. Við erum að tala kynferðisofbeldi. Ég er að benda á fyrir hvað kynferðisofbeldi stendur. Prófaðu að finna einhverja stelpu sem að lendi fyrir því að það sé ráðast á hana. Heldur ég aldrei kynst stelpu sem hefur nauðgað? Labbaðu með henni á lögreglustöð og startu við hliðina á henni með honum kæri. Heldur ég aldrei kynst stelpu sem hefur nauðgað? Sjáðu niðurlæginguna ef hún telst sem líður. Af hverju eru þessar stelpur niðurlægir þegar það farin á lögreglustöð og reyna að kæra? Þú ert bara obsessed með nauðganir, sko. Nei. Gjörsamlega obsessed. Þetta er bara svona óbúslega viðkvæmt í þínum eyrum. Nei, alls ekki. Það er svona rosalega. Nei. Það er bara ekkert viðkvæmt fyrir mér. Þetta er bara akkurat það sem ég sagði. Það er eitt af því erfiðasta sem við tölum um. Nei, erfiðast að tala um þetta? Þú bara hreinlega neitar. Ég get sagt þér það, hún Kassi hefði frekar vilja láta nauðga sér heldur en að taka börnin af sér. Þú getur bókað það. Var ekki heimilega nauðgað alveg í klessu? Hún lýsti því þannig að henni líði eins og eftir nauðgun. Já, en svo trúir þú ekki að börnum sé nauðgað? Veistu það, Hafni? Veistu það? Þetta er tómu tunnu hávaði sem ég hef bara absolutt engan áhuga á. Einhverja kettlingar að búa einhverja sem já, allir að nauðga mér. Þú sér þetta bara ekki svona, veist eins og ég. Nei, greinilega ekki. Það er greinilega. Heyrðu, við látum þetta bara enda hérna. Já, það er ok. Far vel með þig. Já, sömuleiðis. Bye. Já, það er tekist á Frelsi TV. Það er í góðu lagi. En þetta er reyndar eitt sem að ég hef ætlað að tala um. Og það er þessi psyop-væðing sem að byggir á því að taka einhver svona þjóðfélagsleg vandamál. Og ég ætla ekki að tala um þá þetta nauðgunarmál eða nauðgunardæmi, ég ætla að taka annað dæmi, að það er til dæmis HIV-veiran. Sko, HIV-veiran er að öllum líkindum ekki til. Og ég hef bent fólki á heimildamynd á frelsitv.com sem að ég hef
sem ég hef bent á og þar sem sagt þar talað HIV og þetta mjög vel unnin heimildamynd, ég ætla að sýna ykkur hana biðin. Og þar einmitt talað svipað og þetta og þar tekið eitthvað svona vandamál og sko það var fullt af fólki að deyja skilurðu og þetta House of Numbers þessi heimildamynd og ef þið skoðið hana í stærra samhengi þar sem að þið eruð að skoða svona klassíska svíkamilu elítunar og hvernig þeir þjóðfélagsverkfræða svona dæmi að þá sjáið að það sko það var þarna og það koma fram menn einmitt í þessu já, tók ég einmitt fram sko að á mínútu 1:06:00 þá talar vísindamaðurinn sem tók myndir af vírusum hann talar að ljósmyndun af þessum vírusi sé samblanda vísindum og listum þetta alveg haft nákvæmlega eftir honum og þarna semst HIV-veira fundin upp og hún var notuð til þess að útskýra þetta sem heitir alnæmi. Þeir sem voru með alnæmi voru á þessum tíma sko fólk í ákveðnum lífstíl sem að var miklu meiri útskýring á þessum sjúkdómi heldur en einhver veira. Og þarna byrjar bara einhver risa business sko það sem að HIV bara muni allar á AIDS ráðstefnunar og baráttan gegn AIDS og HIV og smokkabransinn fór í að topp og það bara allt í gangi sko og lyfjaiðnaðurinn að framleiða einhver lyf upp á skriljónir og kemur einmitt fram viðtal við held ég allavega eina konu eða hvort það voru fleiri sem voru í svona stuðningshóp fyrir 20-30 árum þegar þetta var í gangi það sem að allir sem fóru í lyfjameðferð steindrápust, hinir flestir lifðu þetta af en og svo farið yfir greiningaprófin á HIV og hvernig það allt saman sko, þú getur fengið 10 mismunandi niðurstöður á sama blóðsýninu og það sýnt hana viðtölin við fólk sko, það aðalega verið að leita eftir ákveðnum félagslegum kringumstæðum og persónueinkennum þegar þeir greina HIV og já, ég var búin að sýna ykkur myndina og þarna komu síðan fram í þessari heimildamynd þar komu einstaklingar sem eru búin að vera með HIV í áratugi þennan banvæna vírus og þeir voru að lýsa því hvernig að því að þeir eru með HIV þá fá þeir ókeypis íbúð, þeir fá þreföld örgjubætur og þeir hafa það bara rosalega gott sko. Þeir lifa eiginlega bara í lúxuslífi sko. Og þeir sem voru veikir voru þarna sem að koma fram í þessari mynd þar voru þeir að segja sko samkynhneigðir karlmenn sem voru að segja sko ég meina við vorum í svona ákveðinni tegund af einhverjum eiturlyfjum sem voru í gangi á þessum tíma það kemur fram í myndinni, ég man ekki nákvæmlega hvað það heita þeir sögðu sko við poppuðum þessi eiturlyf og við lifðum bara og fórum í baðhús og sváum hjá 20 köllum þá nóttina og hann talaði sko bara eftir eina helgi þá fundust í mér sko 5 eða 6 eitthvað svona bakteríur að sníkjudýr eða eitthvað sem að hann sagði sko þessi lífstíl var náttúrulega alveg klikkaður sko. Og þannig að þetta fólk var að drepa sig á lífstílum og og svo var bara settur eitthvað svona límið á þetta HIV og svo var þetta bara búin að vera milljarða eða $1 billion eða $1 trillion business síðan
Og sama með nauðgunar sæjópið. Það svona hluti af þessu, þið sjáið það til dæmis í Agenda 2030, þá talað að konur og stelpur eigi að stjórna heiminum. Og það hefur nú sumir sagt það að í þræla nýlendinu í Afríku, að þar hafi konur stýrt akurþrælunum niður á akri. Þær hafi reynst mjög góðir þrælahaldarar eða svona að stýra þeim og hefur verið mjög miskunnarlausar í því. Og þetta náttúrulega þekking sem að masterarnir hafa, þeir tapa aldrei niður þekkingu. Og það í raun ástæðan fyrir því að það verið að kvennavæða akurinn. Húsþrælarnir og millistjórnendur niður á akri verða flestir konur. Og það stóra myndin, það stóra plottið. Og það í þessari nauðgunar sæjópi, það ótrúlega djúpt sæfi og sjálfsögðu fólki nauðgað og það óbúslega sorglegt og allt það, en það svo mikið af öðrum glæpum í gangi. Og og það bara fólk einhvern veginn tapar glórunni í umræðinu þetta. Einhver lokuð grúppa sem einhverja 700 kettlingar að væla ég hef séð bara aðför að fólki þar sem að fullt af kettlingum var að bara tala það eitthvað hafi komið fyrir sem að ekki neinu samhengi einu sinni við þeirra eigin hegðun. Og þar get ég nú bara bent á nýlegt viðtal sem ég birti á Frelsi TV sem að lýsir mjög nákvæmlega og athugið það að þið takið eftir því alltaf þegar það þarf að fela eitthvað eins og borgunarmálið, ef það þarf að fela eitthvað svona bankamálið eða rétt fyrir kosningar, alltaf þegar eitthvað svona að gerast hjá valdstjórinu þá dæla þeir út nauðgunarfréttum. Munið í Hlíðunum, það var á svona ákveðnum tímapunkti þegar það kom fram að ég get alveg haft sér umræðu þátt með fólki sem hefur verið fórnarlamb nauðgana, þannig þátt sitji allt öðruvísi upp og það í allt öðru samhengi. Ég get ekki verið að tala starffræði þar sem að 2 + 2 eru 4 og farið síðan að tala 2 + 2 eru bleikt eða fara að tala einhverja liti og fram og tilbaka. Þessi þáttur ekki sálusorguna þáttur fyrir fórnarlamb nauðgana eða þeirra sem hafa ekki náð að kæra eða neitt slíkt. Og ég þarf þá að gera það upp við mig hvort að ég sé tilbúin í slíka þætti og fólk einhvern veginn tapar bara allri sín á raunveruleikann þegar þessi mál kom upp og það náttúrulega þjóðfélagsverkfræðin. Þar liggur þjóðfélagsverkfræðin í. Og við sáum muni eftir Michael Jackson þar sem hann var sakaður barnaníð og allir sápakki, muni eftir því. Hann var sýknaður af öllum ákærum, hverju einn og einustu, vissirðu það? Að það var þannig. Bill Cosby. Þetta mjög gott viðtal, þið finnið á Frelsi TV og munið að læka síðuna líka, það hefur svolítið verið að tínast inn like hjá mér undanfarið. Að þarna sennilega leggja þeir ekki einu sinni í að ákæra hann En sæjópið sæjópið það búið að framkvæma sæjópið aldrei séu marga kettlingur já, þessi kallmenn þeir eru allir bara helvítis nauðgarar þetta bara þetta eru þessar tómu tunnur sem ég að tala ég endilega bara stofniði á ykkur eigin YouTube-rás þar sem að tala þetta ég hlýt nú allavega að fá að stjórna minn eigin rás, það ekki sanngjarnt eða hvað finnst ykkur? Það bara ósanngjarnt kannski? Að hvernig ná ég að rökræða 2 + 2 eru bleikt?
endilega útskýri það fyrir mér. Þá skal ég reyna það mér, ef eitthvað getur útskýrt með hvernig svo umræða færi fram. Og sko eins og á vígvellinum í Sýrlandi bara núna, þá verið að beita alls konar vopnum, það verið að beita hríðskotabyssum, handsprengjum, það verið að beita skriðdrekum og loftárásum og drónum og það alltaf gagnrýna mig fyrir það að ég hafa aldrei fjallað það í Sýrlandsdeilunni. Ég hef í sjálfum sér aldrei fjallað það í hverjum einasta þætti þegar að tala nú ætlar Sádi-Arabía að þrengja að Sýrlandi og Bandaríkjamenn að ýta Tyrkjum út í, eins og ég sagði bara upp að þess að þáttar, ég var að svona greina stöðuna þar. Þá getur svo sem alveg eitthvað sagt, já, þú ert ekkert að tala vopnin, Axel, þú ert ekkert að tala hvaða vopn voru notuð. Nei, ég var ekki að tala það er alveg rétt. Já, af hverju tala aldrei nótni, viltu ekki tala vopnin? Af hverju viltu ekki tala hríðskotabyssu? Ég get alveg gert það, það verður bara alveg sér þáttur, sko. Annað þema og ég sé svo sem ekki alveg tilgangin í því, sko. Af því að, já, ég fattaði bara ekki það konsept, sko, og það var ótrúlega erfitt fyrir mig að gera þætti sem ég skil ekki einu sinni, sko. Og sama þegar ég að skoða þessa lögreglu ríkisvæðingu Íslands og þegar ég að horfa á það sem að gerast á Íslandi og samingi hlutana, þá get ég ekkert leyft mér eitthvað svona 2+2 bleikt kjaftaði, sko. Og eflaust rétt að ég sé orðin harður og harðnaður og erfitt að rökraða við mig, en það bara þannig. Og líka með nauðgun, ég meina, það annað sem ég var í trúarhreyfingu sem hét Frelsið og það skildi enginn í því hvað frelsið náði miklum árangri. Hinar kirkjurnar voru bara, þeir eru bara með tónleika, risa tónleika 2-3 ári og það bara allt í gangi, sko. Og þessi pínu litla kirkja var að gera 5-falt á við risa kirkjurnar í landinu. Og þessi kirkja hefur þetta verið gagnrýnd fyrir það eftir á. Þar byrjaði, í öllum þessum kirkjum þetta endalaust á væla, pabbi var vondur við mig, það bara farði í kirkju og þú getur fengið bara eins mikið af þessu þú vilt, sko. Eða einhverja Al-Anon, eða ég fór nú ekkert í Al-Anon, oh my god, sko. Það bara tunnupartí, sko. Það alveg nóg í boði með þetta, sko. En það sem var svolítið motto í frelsinu var bara get over it. Þér var nauðgað, svo bara get over it, fyrirgeðu nauðgaranum og halda áfram með lífið, sko. Og fullt af fólki þar sem ég veit bara var í alls konar svona vesinni, sko, með tilfinningarlega og var í eitthvað svona væli, sko. Og það einhvern veginn tók þetta bara orðinu og byrjaði að vinna í tónleikum og í tónlist og margmiðlun og fór að vinna í alls konar hlutum bara í þessum verkefnum. Og sumt af þessu fólki vinnur með þessi í dag við hluti sem að það lærði með því að hætta að væla og fara að gera eitthvað. Og svo heyri ég jafnvel þetta fólk sem, já, þetta frelsi, sko, þetta var nú algjörlega misjafnlega, sko, þetta var alveg handónýtt, sko, þetta var nú bara ofbeldi og þetta var bara væla og ekkert takk fyrir að leyfa mér að vera með og þjálfa mig og ég nýt góðs af þessi, ekki orð það, sko. Þannig að þetta hluti af þjóðfélagsverkfræði og uppeldi tómu tunnanna. Það þetta. Þú lendir í einhverju og svo situr bara og blamlar á tunnuna sem eftir lífsins yfir því og svo fer að draga einhverja með þér inn í það og öll fjölskyldan fara að blamma einhverjum þessu tómtunum bara move on, sko. Þetta þjóðfélagsverkfræðin sem gera alla hálfgerðum aumingjum. Það þetta. Og stóru
stóru sleggjurnar í því náttúrulega meðal annars þetta nauðgunarmál og þeir sem að verða fyrir kynferðisofbeldi eða barna eða hvað þetta heitir allt saman, þú veist. Ég man ekki hvort þið munið eftir þegar Steingrímur Njálsson heitinn það var verið að svoleiðis að strauja yfir hann á kommentakerfinu. Ég man ekki hvað það var eitthvað einmitt fyrir kosningar þegar Steingrímur, hann var alltaf handtekinn, sko, þegar þurfti að hreyfa við þessum taugum í tunnunum, sko. Það byrja þar alltaf gelda, drepa, gling. Þú þarft ekki að draga svona einstaklingnum að Steingrímur Njálsson fram á sjónvarpsviðið, þá byrja bara allar tunnurnar svona, bara gling. Þið megið alveg gera þetta, ég hef ekki áhuga á þessu, sko. Það allt í lagi. Ég hef stegið alveg trúfrelsi og fólk getur gert við sitt líf það sem þið sýnist, sko. En og þá var einhvern veginn að byrja að strauja yfir Steingrím Njálsson. Og bara, það var enginn sem bar hönd fyrir höfuð hans. Enginn. Fyrir en ég skrifaði blogg á móti, það sem ég sagði, gerið þið ykkur almennt grein fyrir því að Steingrímur Njálsson barn sem var fórnarlamb versta kynferðisofbeldi sem þú getur hugsað þér fyrir börn. Og fyrst kom bylgja bara, já, þú ert bara líka barnaníðingur og þú ert bara fáviti og veist allt þetta. Og síðan kom einn sem skrifaði, já, þetta rétt hjá þér, Axel, ég man eftir því þegar pappa hans var á nauðgunum og hann öskraði og það hjálpaði honum enginn í nágrenninu. Þannig að sko það sem gerist fyrir börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi að þroski þeirra stöðvast á kynferðissviðinu. Alltaf þegar þú verður fyrir ofbeldi einhvers staðar, þá stöðvast þroskiðinn við það aldurskeið þegar þú verður fyrir, og þá ég að tala náttúrulega stórt ofbeldi, sko, eins og Steingrímur Njálsson var fyrir. Þannig að Steingrímur Njálsson, þessi mest hataði maður Íslands, og skömm til ykkar sem að tóku þátt í þessu að grýta manninn, að Steingrímur Njálsson á þessu sviði var ennþá barn inn í sér. Mjög skemmt barn. Og ástæðan fyrir því að honum ekki hjálpað og það engin vilji til þess að hjálpa honum og eini viljin að kasta steinum í hann og grýta hann, það heila þjóðfélagsverkfræðin. Það til dæmis alkunna í dag að þessar þessi misnotkun á börnum í kaþólsku kirkjunni var ekki tilviljun, sko. Það var ákveðið að sitja fullt af fólki í alls konar prestaembætti og ábyrgðarstöður innan kaþólsku kirkjunnar sem var vitað fyrirfram að myndu beita börn ofbeldi. Gling, 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 gling. Veistu, ég get ekki talað við fólk sem glimrar í eins og tóm tunna, því miður. Ég kann það bara ekki. Ég meina, tala við einhvern annan, þá, ekki mig. Og sko, og þetta svona keðja sem haldið gangandi. Ástæða fyrir því til dæmis að börnin hennar Kassi voru tekin var til þess að beita þau, börnin, gríðalegu ofbeldi sem markar þeirra líf.
og auðveldasta leiðin til þess að stýra þjóðfélagi er að allir séu ofbeldishneigðir. Þá sérðu ekki ofbeldið sem að valdstjórnin er að beita því. Og það er náttúrulega fín aðferð til þess að felast. Ég meina, ef þú ert í snjó, þú sér að hermenn sem er að bardúsa í snjó, þeir eru allir í hvítungölum, sko. Og þeir sem eru í eyðimörkinni eru í einhverju svona dröpp eða svona eyðimörkulit einhverjum, og þeir sem eru í skólendi eru í svona köflóttu einhverju, eða, veist. Og það er það sama. Ef að þú ætlar að fela gríðarlega mikið ofbeldi og óréttlæti, þá þarftu að magna upp ofbeldið til þess að virki sem felulitir. Til dæmis er það ekki hræsni þegar að stöð eins og RÚV mætir og segir, já, það þarf nú að fara að vinna í þessum ofbeldismálum og heimilisofbeldi, og það þarf að vinna í nauðgunum og það þarf að vinna þetta. Já, í dagskrá í kvöld þá er 15 manneskjum nauðgað og 30 manneskjur drefnar. Bara í kvöld, sko. Og bara þættinum, í fréttunum og Kastljósi, þá var að segja, það þarf að fara að vinna á móti af þessu ofbeldi, eitthvað. Ég meina, sjáðu þið allt þetta ofbeldisfólkina? Já, það þarf bara að fara að fá vélbyssur, sko. Já, vélbyssur, sko. Og svo er bara drápseríurnar og mordseríurnar og Dexter og bara allt kvöldið það sem eftir er. Ég meina, hvernig getur þú tekið mark á svona fjölmiðli eða svona liði? Sérðu ekki að það er verið að fokkast í hausnum á þér? Ég meina, þú trúir að þú búir í lýðveldi og hafa verið einhver áhrif á þjóðfélagi og það er konungsmerki á Alþingishúsinu. Þú ert bara heimskingi og tóm tunna sem bara glymur í. Og þessi hávaði er alveg svakalega pirrandi í svona tómum tunnum. Ég meina, pröfa að fá þér svona og byrja að slá heima og sjá hvað nágrannarnir segja. Eða taktu með þér í vinnuna eða eitthvað. Þetta er alveg óþolandi. Og það er náttúrulega ekkert allir á sömu bylgjulengd og ég er svo sem hvet hafna bara til að stofna sín eigin YouTube-rás, og það er bara þannig, hann getur gert það. Og það vilja allir einhvern veginn bara rífast við mig, ég er ekki stuð fyrir það. En já, þetta var hressandi þáttur. Það er meira sér búin að vera áhorfendur allan tímann. Það er meira sér búin að vera þannig. Hei, ég er ennþá í fyrsta sæti. Ennþá, damn it, ég er ennþá í öðru sæti þannig á vikulistanum. Þetta er náttúrulega hægt að rífressa á 5 mínútna fresti. Nei, það er ekki svo slæmt. Gera þetta svona. Ég ætla alveg ekki að missa því þegar ég er í fyrsta sæti á vikulistanum. Það er það sem ég er að mónitora. En vilja ég tala eitthvað annað, kæru hlustendur sem hangi inni þá. En það er athyglisverð þessi mynd sem ég fann af Pírötunum. Það vita náttúrulega allir að þetta er hotnóti snákurinn. Helgi segir alveg, þetta var bara í gríni. Já, en ég var að leita mynd af henni Katrínu, formanni VFG, það sem hún var að gefa þrýningsmerkið. Það var kringum þegar við vorum eitthvað töframann á Alþingi, byrjum við. Og þá einmitt var Birgitta vinkona okkar að beita hún var að beita
svipaðri tækni og hérna Obama var að beita hann. Yes we can, yes we can. Já, einmitt, bæði hlýðamálin voru felld niður. Já, ég fekk linkinn sendan hérna. Og það nú dæmi einmitt einn atburð sem ég sá strax í gegnum. Þetta sviðsettur atburður, sko. Og hérna mögulega það byrja í nóvember, munið. Og þetta var akkurat á svona tíma þegar var eitthvað í gangi. Ég fjallaði nú þetta á sínum tíma. Það var fullyrt að þetta bara þetta önnur svona klassísk sviðsetning, sko. Klassísk sviðsetning. Já. Það nú ekki alltaf léttasta jobbið að vera samsæringur, sko. Það þarf að halda stefnu. Það þarf að halda sinni stefnu. Og það þarf að halda sig svolítið við það 2 + 2 = 4 og það maður ekki viss að telja á bara putana. Og hérna það nú þannig sem það er. En heyrðu, nú klukkan orðin allt og margt. Ég þakka öllum fyrir komuna og ég þakka þeim sem hafa styrt mig. Það var komið 2 sendingar, 3 sendingar undanfarið frá því sem sagt í desember. Kannski 1 mánuði sem hefur komið á undanfarið. Það mjög gott. Það meira en margir aðrir mánuðir. Og hérna endilega. Ég líka í svo erfiðri stöðu. Ég get ekki tekið neinar auglýsingar frá ekki öllum aðilum, sko. Og ég ætla að halda hlutleysi mínu, sko. Þannig ég get ekki tekið. Eiginlega eina leiðin fyrir mig þetta stuðnings á PayPalinu, sko. Og hérna fólk hefur sendt mér mjög góðan stuðning, mjög þakkláttur fyrir það. Og svo annað sem að þið áttið ykkur á að ég má búast við alls konar sendingum, sko. Ég reikna með því að það verði farið í svona mannorðs herferð einhverjir. Það verður eitthvað svoleiðis í gangi væntanlega. Og hérna já, heyrðu, hérna var að koma svar frá hérna. Má ég tala þetta, Þórarinn? Já, heyrðu, hann ekki endilega online, já, betur nú við. Heyrðu, þið munið eftir ákærunni hann Þórarinn Einarsson í Hagsmunasamtökum heimilana. Hann kærði peningafölsun til lögreglunnar. Og Þóri hefur nú áhugað að fá svarið ef að Þórarinn væri til að senda mér það. Hann segir að kæruna hafi bara verið vísað frá með þeim rökum að rafræn peningasköpun væri ekki fölsun. Já, byrjum við. Halló. Rafræn, já, heyrðu. Svara hann hérna. Brokkall. Ég fjallum það á þegar mér berst það skeyti. En hérna, þið vitið þá af því, ef að þið að koma í viðtöl á Frelsi TV, að ég
grjótharður nagli. Það ákveðið ferill og ákveðið flæði í þáttagerð á Frelsi TV og ef að ég verði frelsi allra og hvet þá sem eru ekki sáttir við mig að gera þá sín eigin YouTube-vídeó og senda mér kópí af því og ég mun að horfa á það og en já, þetta Axel Pétur hann svona kallinn ég hef aldrei haldið því fram að ég sé fullkominn sko. Held ég hafi ekki einu sinni sagt konunum minna þegar ég var að biðja hann að giftast mér en já, svona nú það þetta langur ferill og það má búast líka við sko, ég má búast við árásum fjárhagslega semst að skatta einhverju, eitthvað búið til eitthvað skatta leikrit eða eitthvað og ég má búast við bara hverju sem ég má búast við jafnilega að það verði eitthvað beitt hérna frá Svíþjóð sko. Þessar valdstjórnir rennur nú ekki slefan á milli þeirra en ég bara svo heppinn að ég hef farið svona stór skaðalaust eða ég hef ekki fallið í glæpagrifina sem betur fer. Ég hef svo oft verið í þeirri stöðu í lífinu þar sem að það hefði verið miklu ódýrara fyrir mig að fara glæpaleiðir sko. Og reyndar já, ég hef sem sagt hafnað þeim leiðum að fara þær leiðir. Og við vitum hvernig þetta apparat vinnur og mín hætta eykst í beinu hlutfalli við hvað ég kem við kaunin á þeim eða hvað líðurinn ef hann hættir að taka flúor þá fer hann að sjá hlutina í betra samhengi. Meira að segja í Frakklandi ég deildi nú vídeó það á Facebookar-vefnum Frelsi TV í Facebook sko að það búið að setja lög í frönsku stjórnarskrána þannig að núna eru svona samsæriskenningaguðrar eins og ég að loka vefsíðum sínum og YouTube-rásum í bak og fyrir og það mögulegt að ég geri það líka ef ég sé bara hyldýpið framundan mér ég náttúrulega ég ekki heimskur eða í sjálfseyðingar hugleiðingum sko, ég nú bara svona tjá lífið eins og ég sé það en ég allavega veit ekki til þess að ég sé að fjalla neitt sem ólöglegt í Svíþjóð eða Íslandi ég nú sannlega undir íslenskum lögum með svona mál enska rásin hugsanlega væri túlkuð undir sannslu, ég veit ekki hvernig það en svo vitið það að þetta bara skálda fólk bara dúsir í fangelsi í 30 ár og svo bara já, þetta var nú smá mistök hjá okkur veitu hvernig það sko og þú ert látin sitja á götunni þá til það og frýst til dauða og svo sagt já, þetta var nú smá mistök hjá okkur svo halda allir áfram bara að berja í tunnurnar sínar það bara þannig sem það og það bara get over it and move on það ekki besta læknismeðalið en takk fyrir komuna og góða nótt og munið að elska friðinn og strjúka kviðinn og Pétur spurði Jesú
hvað ertu að segja Jesú? Á ég að fyrirgefa bróður mínum 7 sinnum? Og Jesús sagði, nei, það er meira svona 70 sinnum 7. Sem táknar óendanlega. Þannig að við þurfum að dýpka, grafa upp þekkinguna fyrirgefningu. Það er einn af þessu leyndardómum sem að falin í Biblíunni, sem að einn af þeir leyndardómum sem þjóðfélagsverkfræðingarnir vilja ekki að komist í. Herðu, takk fyrir komin í kvöld og góða nótt.